Jæja, góðan daginn, kæru gestir, og verið velkomin í KA TV. Hér í dag er stór leikur á Akureyjarvellinum. Okkar menn í KA að spila á móti Keflavík og leikurinn fer senn að hefjast. Leikmenn er að gera sig klára í göngunum og við sjáum að það eru glæsilegir iðkendur KA-manna í yngri flokkunum sem ætla að leiða liðin inn á völlinn. Nú ef við förum yfir liðin þá byrjum á gestunum í Keflavík. Þá er í markinu Beitir Ólafsson og í vörninni er Haraldur Freyr Guðmundsson sem er fyrirliði. Reynslubolti, hefur spilað í Noregi. Jónas Guðni Sævarsson, reynslumikill miðjumaður sem hefur verið í KR. Einar Orri Einarsson, Sigurbergur Elísson, Mark Ásland, Magnús Þórir Mattíasson, Guðmundur Magnússon, Axel Kári Vignisson, Frans Elvarsson og Tómas Óskarsson. Varamenn Keflvíkinga eru Sindri Kristín Ólafsson, Anton Freyr Hauksson, Bojan Stefán Ljúbisic, Hörður Sveinsson, markaskorari mikill, Magnús Sverrir Þorsteinsson, Ási Þórhallsson og Daniel Gylfason. Og þjálfarinn á Keflavík er okkur og góðu kunnur. Það er Barð Jaxlin að norðan, KA-maðurinn sjálfur Þorvaldur Örlygsson. Hann gefur ekki tómi eftir eins og við vitum. Nú færum okkur í okkar menn. Byrjunarliðið er svona, hvað ég segja, nokkuð hefðbundið eins og við þekkjum það. Rækó í markinu, Callum í vinstri bakverði, Guðmann og Davíð Rúnar miðjuverðir. Hrannar Björn Steingrímsson í hægri bakverði. Og á miðjunni eru þeir Alexander Tirnicic og Archie. Og könturum Grímsi og Júræ. Og að sjálfsögðu eru Elvar Árni og Almar Ormars sem ætla að sjá að skora mörkin fyrir okkur í dag. En Siguróli Magni, þú ert mættur þetta með mér og ég gleymt að kynna mig svo sem ég heiti Andri Snær Stefánsson. Já, komið í sælir áhorfendur góður og verið velkomin með okkur á KA. Andri er sennilega búinn að bjóða okkur velkomin oftar en einu sinni en það er mikill eðal maður. Jú, þetta er allt sem að klára Siguróli minn. Það styttist í þetta, það er um að bíða, Andri. Þetta er frábært veður sem við fáum í dag og þetta er bara drauma aðstæður og ég er sannfærður um það að við fáum flotta fótboltaleik hérna í blíðunni. Heldur betur, þú varst búinn að renna við liðinu, ekki? Jú, liðin klár, ég er eftir að fara við varamennin í KA. Það er að segja á bekknum eru Fannar Hafsteins, Baldvin Ólafs, Halldór Hermann, Ásgeir Sigurgeirs, Ólafur Aron Pétursson, Pétur Heiðar Kristjánsson og Ívar Örn Árnason. Já, þetta er bara eins og hefur verið upp á síðkastið og það er gaman að segja frá því að þetta er náttúrulega liðin sem sitt í þriðja og fjórða sæti deildarinnar. Það var heldur betur óvænt úrslit þegar að leiknismönnum var slátrað á Grindavíkurvelli. Já, kom mjög óvart og sýnir það kannski hvað þessi deild er þannig að maður þarf að vera klári í baráttuna allan tíman. Það virðast allir geta unnið alla en eins og hefur komið fram á það hjá okkur þá er þetta uppgjör liða sem ætla sér upp. Já, þetta er svokallega 6 stiga leikur. Svokallega 6 stiga leikur og menn eru... Sjáum við að Magnús Þórir Mattíasson er klár hérna vinstri kantinum rétt hjá okkur. Mikill markaskorari, eitt sá besti sem spila þessari deild. Gefur okkur auga hér, hann er tilbúinn í slaginn síðan mér. Heldur betur. Þetta verður baráttu leikur, Óli. Já, heldur betur. Dómari dagsins í dag heitir einmitt Helgi Mikael Jónasson. Ekki svona Jónasson Helgasamt, en hann er engu að síður ekki nema 24 ára gamall. Hann er ungur og með okkur efnilegur sem dómurum. Já, og það er gaman að því. Ég sá hann smá úttekt á honum í Pepsi-mörkunum daginn. Já. Og hann leiti virkilega vel út. Já. Nú leikurinn er byrjaður og þetta verður frábær skemmtun Siguróli. Heldur betur. Guðmann Þórsson byrjar að skalla í innkast sem Keflvíkingar eiga inn á okkar vallarhelmingi. Og til að taka innkastið er mættur Axel Kári Vignisson. Þetta er ungur strákur tiltölulega. Efnilegur með meiru. Og einn af örfáum sem er ekki uppalinn í Keflavíkurliðinu. Já. Hann kemur til ÍR, hann kemur frá ÍR, uppalinn í ÍR. Og einn af örfáum, þetta er Keflavík sennilega getur státað sig að því að vera með, já, uppaldasta lið deildarinnar, er það ekki eitthvað? Já, ég held að segja að þeir hafa alltaf verið með mikið uppaldum leikmönnum. Við munum vel eftir bikarúrsleiknum 2004, KA Keflavík. Já, því miður. Það fór ekki nógu vel, en þar voru, já, meira og minna heimamenn í Keflavíkurliðinu. Já. Þeir hafa haldið sinni stefnu með heimmennina. Það er einmitt nákvæmlega þannig, þeir hafa verið duglegir að sækja sér menn eins og Guðjón Árna Antoníusson og fleiri sem hafa komið inn aftur heim. Já. Það er enda vantað Guðjón í þennan leik eins Hólmar Örn Rúnarsson. Já.
það er rétt. En þeir eru, já, mikla reynslu þetta lið. Já, Haraldur Freyr í vördinni, náttúrulega mikill reynslubolti, við spila erlendis í Noregi og ákveðin klettur þarna, mikilvægur í vördinni. En ég er mjög bjartsýnn Sigurður fyrir þessu leik okkar manni, við góða tilfinningu fyrir okkar mönnum. Heldur betur, við hefum ekki tapað nema 3 heimaleikjum frá árunni 2014 á þessum velli, bara frá upphafi tímabils 2014. Já. Og þar hafa 2 reyndar verið á móti Grindavík. Akkurat, það er góð punktur. Ég sjáum við að Grímsi gullrengurinn okkar frá Húsavík er að fá höfuðmeiðsl. Ég held að þetta sé ekki alveg lett, hann er harður FC kallinn. Já, vonum það, var náttúrulega engin séns að tekna við höfuðmeiðslinn, Andri. Það er rétt hjá þér. En Við gáum að þekkjum það eftir að fyrirliðinn okkar í fyrra, Atli Sveinn Þórarinsson, þurfti að leggja skórinn á hilluna því miður. Já, og við erum nú sennilega með eitt þekktasta dæmi höfuðmeiðsla seinni tíma. Elvar Árni fekk höfuðhögg í Blikaleik og lá eftir óvígur og fekk krampa og leit óhugnanlega út. Já, það leit skelfilega út og betur fyrir Elvar Árni sem er drengur góður og bráð efnilegur kennari líka. Já! Náðst sér að fullu eftir það. Já. En Andri, nú hef ég gaman að velta fyrir mér umræður gervigras og gras. Hvað heldur þú að þetta hafi áhrif? Sko, ég held að þetta þetta hefur kannski einhver áhrif en samt sem hann í stóra samhenginu skiptir þetta ekki svo miklu máli. Nei. Það er að segja að þegar í leik er komið þá skiptir bara máli að vera klár í slaginn og til að vinna fótboltaleik þá þarf að leggja allan fram og vera tilbúin í djöfis baráttu allan tíman og hvort það sem er á grasi eða gervigrasi skiptir ekki máli. Að mínum mati gervigrasvellinir frábæri til þess að brúa þetta bil hérna á Íslandi á vorin og haustin en ég meina þið sér þetta Sigurður, þetta er yndislegt að vera á vellinu núna og rjóma blíða og völlin lítur vel út. Hotspinna sem Kelvingar eiga, hún er tekin inn á nærsvæðið og þar er að Alexander Trínsson skalla frá. Þeir taka frákastið en KA-menn eru fljótar að koma sér í burtu og lyfta liðinu upp. Alexander happafengur fyrir KA-liðið, búinn að vera mjög stígandi í síðustu leikjum. Já, átti smá erfitt uppdráttar í fyrsta leiknum en hefur unnið sér vel inn í leik KA-manna og lítur vel út. Stór og mikill og tapar ekki tæklingu. Já, hann er sterkur, tekur mikið til sín, sjáum hann hér, gerir þetta vel, kemur á Artsi og Artsi, maður líður alltaf vel hér Artsi með boltan. Það er bara svoleiðis og Hallgrímur út á bróður sinn, Hrannar er með hann hérna á hægri kantinum. Nú eru KA-menn að lyfta liðinu svona í fyrsta skipti, kannski svona alvöru í leiknum. Þeir eru að ná valda á boltanum, Keflvíkingar hafa svolítið verið dóminerandi þessar fyrstu upphafsmínútur. Já, KA-menn eru að koma sér bara hægt og rólega inn í leikinn og láta boltan ganga núna milli manna og eru svona að finna touchið. Alex í smá vandræðum, þeir eru mjög eljusamir, Sigurbergur Elísson markahæstur í deildinni eins og búinn að skora 3 mörk í sumar. Náttúrulega leikmaður eins og nú búinn að segja marga leikmenn hjá okkur líka í Pepsi-klassa. Hér er Haraldur Guðmundsson, einn leikreyndasti maður fyrr og síðar í deild á Íslandi. Hann hefur komið yfir 200 leiki. Og boltinn er farinn, við sjáum það mjög vel hérna sem við sitjum og KA-menn eiginkast. Flott baráttu Valmar hérna, hann er náttúrulega mikill kubbur og menn er lítið roðið í hann þegar hann fer í svona öxl í öxl baráttu. Boltinn berst hérna eftir á Guðmann, kallaði einfaldlega á hann og Davíð opnar, Guðmann skiptur alveg yfir á Callum fær hann, pressa hátt. Strákurinn númer 45 frá Keflavík, Tómas Óskarsson er fæddur 1998. Mjög efnilegu piltur. Þetta er nú aukaspyrna. Þarna vildu nú KA-menn heldur betur á aukaspyrnu. Dómarinn segir að boltinn hefur á milli. Keflvíkingar reyna að sækja hratt, sendingin upp í hornið er ekki góð. Davíð með mann í bakinu ver boltan vel hérna og það er markspyrna frá marki KA. Já, vel gert hjá Davíð Rúnari og við erum svona hægt og rólega að vinna okkur inn í leikinn og menn eru að venjast grasinu og annað. Já, KA-liðið er búið að æfa þetta niðurfrá núna undanfarna 3 daga en annars voru þeir búin að færa sér upp á gras upp á KA-svæði en eins og sagði þér áðan benti réttilega á að gervigrasi er svona okkar undirlag 9 mánuði ári. Já, og það eins segir, það er frábært að hafa gervigrasi, það skila sér í til dæmis auknum fjölda ungra leikmanna sem eru að koma upp og skila sér inn í landsliðin og fleira. Heldur betur. En þetta er sjarminn sem maður vill hafa. Ég vil hafa fótboltann í grunninn á grasinu. Ekki væri verið að væri frá bleyta á vellinum. Segðu, hrikalega gaman að takla. Það hefur ekki rignt á Akureyri í maí og ekki í júní heldur. Það er áhugaverð staðreynd. Áhugaverð staðreynd. En hér kemur hár bolti, Elvar í baráttunni og Júræ pressar. Júræ er búinn að vera mjög góður svona á tímabili. Frábær. Yfir á Archie, Hrannar biður mann. Glæsilegt. Fær hann aðeins fyrir aftan sig, Júræ býður sig með honum. Archie aftur. KA-menn svona undirbúið, byggja upp sókn, Júræ á Hrannar. Vel gert Sigurður, þetta líst mér vel á, við erum að koma okkur inn í leikinn. Heldur betur, Alexander með hann. Og hann vill finna einhvern í lappir, ekki sérstök sending sem að Einar Orri reynslubolti. Slæmust að, vorum að það kom ekki
að sök. Háum að Callum þarf að verjast hérna í bakverðarstöðinni. Já, og glórulaus kross. Þetta var flott sending, fínt fyrir okkar menn. Þetta var gössalega glórulaus kross. Glórulaus sending og hérna gott fyrir okkar káum, en að hérna þessi sending af Alexander var ekki góð. Við sjáum það núna strákar að uppstillingu káaliðsins þegar þetta útspark kemur. Við færum okkur allir yfir á vinstri kantinn og þessi boltinn 99% líkur að fara á hausinn á Trínsins. Nei, Rækó virðist að vera að blöffa. Já. Þetta er skemmtilegt. En Almar lendir illa. Hallgrímur settur hérna út það til okkar andra. Já. Og hann er í lagi með Almar hérna, virðist að vera lent illa. Hann er harður af sér og ég hef engar ágjörð af þessu. Hann er grjótharður káamaður. Keflvíkingar eiga þetta innkast og væntanlega gamla góða fair play reglan, enda Magnús Þór er drengur góður og kastar hann væntanlega upp til káamanna. Já. Kastar hann reynda fyrst á hérna Guðmund Magnússon sem að kemur hann sín á Rækó. Keflvíkingar lentu nú illa í þessu árið 2007 þegar að Bjarni Guðjónsson skoraði frægt mark gegn Keflavík á Skaganum. Já, heldur betur frægt. Það var bara á mjög svipuðum staðinni. Það var á mjög svipuðum stað og eins og Gaui Þórðar sagði nú eftirminnilega, hann kingsaði boltan. Hann kingsaði boltan og Baldur kom í pressu. Já, Baldur þekktur fyrir pressuna náttúrulega. Það var þessu 4 metrar í hann en enga síður kom hann í pressu og hárið rétt hjá Guðjóni Þórðarsinni sem er okkar á góðu skapi, en það gerða káamanna Íslandsmeistarar 1989. Yfirhlaupið, Hrannar getur krossað vel með Magnús í sér. Krossi frá Hrannar er ekki góð, hann lenti hérna ósléttu. Og markspyrna frá marki Keflvíkinga. Beitir Ólafsson er í markinu á Keflavík. Totti tók hann með sér. Já, Totti tók þennan strák frá HK og hérna Totti eins og við þekkjum er grjótharður jaxl og hann vill hafa svoleiðis menn í liðinu sínu. Hans lið eru þekkt fyrir það að vera baráttuglöð og við munum eftir því að þegar Totti þjálfaði lið káamanna frá árunum 2000 til fram á mitt sumar 2005 að hann hérna gerði frábæra hluti með okkar káamenn en þetta er sending tilbaka eitthvað, við höfum nú lent í þessu áður. Já. Andi ekkur á hausinn að Beitir öllu vann hann aftast. Eins og ég segi, Þorvaldur Örleifsson er hérna frábær þjálfari og hérna leggur mikla áherslu á að menn berjist upp á líf og dauði hver einasta leik og ég held að þessi leikur Siguróli verði svakalegur. Andri, þú spilar þetta stjórn Totti, ekki? Já, jú, það má segja þessu svo. Hann tók með meistaraflokkin 2003. Já. Og ég æfði með liðinu þarna hálft sumari áður en ég valdi endanlega handboltan. Já. Þú komst nú við sögu nánast í einu leik, eða ekki? Jú, nánast. Frægur leik. Já, 17. maður mútið KR. Ég var 17. maður mútið KR, þetta er rétt fyrir Siguróli. Já, þetta er á mig, þetta er náttúrulega... Ég er með 100% ánokkur á Akureyri, Siguróli. Já. Það er ekki margir sem að afreka það. Þarna fá KR með aukaspyrnu, Keflvíkingar eru ósáttir. Einar Orri lætur dómarann heyra það. Þeir eru nokkið þekktir fyrir að fara hljóðlega í gegnum leikina. Menn eins og Einar Orri og Haraldur Freyr og Sigurbergur og svona baráttu jaxlar. Þetta eru jaxlar sem að virkilega leggja sig allan í þetta. Já. Mikið rosalega var ég til að hafa Jóhann Helgason frænda minn í liðinu, ég verð að viðurkenna það. Ég sé mikið eftir honum Siguróli. Já, Jói var virkilega stígandi á síðasta tímabil. Hann er erfitt til að byrja með að mínu mati. En var virkilega stígandi þegar leið á og bara okkar besti maður svona síðustu 6 leikina fyrst mér. Stórkostlegur leikmaður. Það verður erfitt að fylla hans skarð en ég hef samt trú á að við eftir að fara almennilega í gangi í sumar. Já, hér eru Davíð og Guðmann að leika sér með öll til línu, finna Rækó tilbaka og Rækó með langa boltu upp. Almar í baráttunni, það er skallað frá Artí með tíma. Veit ekki af því. Hér er hörkutakling og þetta er... Sinsino kongurinn á miðjunni hjá Keflavík, hann setur þetta út á innkast. Já, Jónas Guðni Sævarsson, hann er víst, hann kom til þeirra frá KR fyrir tímabili, hann er alltaf uppvelinn Keflvíkingur. Jú. Baráttu hundur, mikill kubbur. Hér kemur Artí, hann lætur hann aðeins finna fyrir því. Come on maður, statti í lappirnar. Keflvíkingar sækja hratt, það er Sigurbergur sem ber upp bolta núna með Alexander í sér. Alexander hann brýtur þess þarf. Sigurbergur í ágætri stöðu, mundar skotfótinn, nei hættir við. Hann er hættulegur Sigurbergur, við erum að loka vel á hann. Já, og þá er komin... Axel Kári. Íringurinn komin upp hérna og þessi fer aftur fyrir endamörk og... Hotspinna. Önnur hotspinna Keflvíking í leiknum. Leikurinn fer nú ansi rólega á stað, Andri. Já, ég er sammála því og við verðum að viðurkenna það að Keflvíkingarnir hafa nátt meira svona framan á þannig. Já. En ekki neitt mikil hætta að skapa svo sem, en sjáum til hvað gerist þér hotspinnu. Nú er okkar menn að vera vel á verði, koma svo frá. Keflvíkingar með stórtlið Haraldur Guðmundsson virðist vera oft með segul á hausnum þegar kemur hotspinnu með Rækó, hann grípur þetta. Rækó alltaf öruggur.
Svo er náttúrulega þetta spurningi hvernig Tufa hefur lagt leikinn upp, Andri, fyrir okkar menn. Okkur hefur gengið vel þegar við höfum legið aðeins tilbaka, leyft hinliðinu að stjórna og keyrt síðan á. Það er rétt hjá þér. Við erum með þvílíkt power fram á við. Já, við erum með náttúrulega eldfljóta menn fram á við og menn sem að kunna að sækja. Já. Og hérna menn eins og Elvar, Grímsi, Júrai og Almar. Þetta er allt mjög hættulegir menn sem geta gert út úr leiki. Hér kemur hár bolti fram hjá Davíð, Hallgrímur vinnur seinni boltann, vel gert Hallgrímur, þetta er aukaspyrna, vel gert Grímsi. Þetta er eiginlega bara stór hættulegum stað á vítateigshorninu. Þetta minnir mig á staðinn sem að Pálmir Pálmason skoraði frægt mark fyrir KM gegn KR árið 2003. Já. Í umtöluleik sem þú varst að minnast á. Já, þú varst að hita fyrir aftan markið þá, Jú. En það er væntanlega Grímsi sem spyrti þessu með sinn hægri fót, Júra reynda getur notað sinn líka. Beitir setur 4 í varnarvegg og stuðningsmenn KA kalla eftir boltanum í mark, Andri. Já, við viljum sjá mark núna, það væri gaman að, það væri rosa sterkt, en við sjáum hvað gerist. Já, hér kemur, settir skot á Grímsa beint í vegginn, tekur hann aftur, tekur eina snertingu, 2 og væntanlega reyna að koma boltanum fyrir. Já, gerir það vel og þetta er Archie! Þetta er, ói! Og Alma í færi og rétt framhjá. Þarna var hörku barátt inn í teig og hver annar en Davíð Rúnar og leikmaður nr. 20 Magnús Þóri Matthíasson. Eitt sá harðasti liggur eftir, við fáum að sjá þetta endursýnt. Hérna kemur aukaspyrnan frá Grímsa. Sjáum að... Hún er náttúrulega beint í vegginn hjá kallinum. Já, þetta var ekki spes aukaspyrna í grunninn. En hann kom honum á endanum inn í teig sem skipti nú öllu máli og skapaðist mikil hætta. Hérna kemur hún og Grímsi tekur boltan aftur. Tekur fram hjá 2 boltan inn í. Og Archie og svo er það Davíð Rúnar og Magnús Þóri fær hann að högg og Almar síðan með skotið framhjá og markspyrna. Hittir hann illa, þetta er dauðafæri. Þetta er hörkufæri en Magnús Þóri lægi á í staðinu upp. Já. En sjáum þarna hvað Davíð Rúnar tekur mikið til sín þegar hann fer þarna fram á við. Hann er skemmtilega mikill trukkur, minnir Marta á Atlasvin, læri föður sinn. Heldur betur, hér er Alexander sem skallar Sigurbergurinn ætlar að koma honum fyrir. Þetta er rangstæð. Það er búið að flagga hans hér sennilega. Hann er línuvörður búinn að flagga. Já, hornspyrna. Hann var farinn aftur fyrir. Rétt skal vera rétt, en Andri, þetta var þarna skall hurð nærri eins og menn segja. Já, þetta var aldrei hætta. Við stressum okkur ekki á þessu. Nei, þau telja ekki nefnilega þessi mörk. Það telja ekki þessi mörk og ég hef engar ákveð þessu. Nú er reyndar okkar venn að vera á tánum, Siguróli. Já, þetta er vonandi eflustu við þetta, en Rækó var í þessum bolta. Ég veit ekki hvort einhver hafi verið hættur af að sé flaggið, en hérna kemur hornspyrnan. Og hún er hann á fjær, komið þessu burtu strákar. Hér talar þeir skella saman. KM vantaði talanda, hérna Hallgrímur með Jónas Guðn í bakkinu. Hallgrímur kemur upp völlinn og nú pressaði Júrai og Keflvíkingar stilla liðið af. Þeir eru ennþá með ansi marga frammi, KA-liðið reynir að lyfta aðeins. Þetta er í góðu lagi, við erum að vinna núna. Vinnan. Elvarsson með hérna er Hallgrímur með hann og væntanlega kemur Haraldur í baráttunni á mótunum. Haraldur er framar en hann er vanur. Já. Núna er svona ekta tími sem KA þetta að vinna boltan og keyrir í skyndisókn. Það er gaman að sjá að vinna boltan núna, en sjáum hér að Keflavík er að komast í færi. Fær sending, en Rækó vel á verði og Öruggur að vanda. Þetta var vel spilað í Keflavík. KA menn áttu erfitt með að komast inn í boltan hana. Já, Keflavíkingarnir eru með hörkulið og hérna, þetta var bara fín sókn hjá þeim. Hér kemur langur bolti fram, Júra í baráttunni. Hérna er Júra, hérna viljum við sjá Júra. Hann er 1 á 1 og hann er snöggri en Frans. Hann er mótið Frans Elvarsinni, nú er reyndar Einar Orri kominn í hjálpina. Júra lætur í minni pokan en hann hættir ekki og vinnur innkast og Einar Orri brjálaði við sína menn að hafa ekki fengið aðstoðina þarna. Og lætur að heyra þig í vörðin í miðvörunum Mark Ásland og Haraldur. Já. Þeir eru hörkuspilarar og báðir stórir á velli. Já, hann minnir margt á Níl McGovern, mannstu honum? Ég man eftir honum, hann var KA-mann. Hér kemur sendingin Elli, hinn og bara hotspyrna, já. Vel gert. Vel gert, Elvar Árni, þvílíkur kjötskrokkur. Honum finnst maturinn í Naustáskóla ekki spes, er ekki mikill aðdáandi. Nei, það er sleggjudóminn fyrir Geir að kokk reyndar. Já, en hérna, hann er aðeins unnið á í vetur, hann var ekki mikill aðdáandi framan og borðaði ekki mikið, Hér kemur hotið frá Júrai og sendingin á nær. KA menn láta fara, spurning hvort við vinnum hann ekki Jónas Guðni. Hann er nú 1 á auðum sjó þarna, væntanlega reynir að hægja aðeins á. Hér er engin Keflvíkingur nálagt eða hvað. Rajkovic sparkar honum út af.
Gera eina rétt í stöðunni, setja hann út af. Já, mér fannst samt, Andri, þarna káum við kannski mátt vera bara að tala aðeins meira saman því Ég að sammála því. enginn ætla að vita hver ætla að taka boltan hana. Já, það má ekki hika í svona stöðu og bara sem betur fyrir Rækó ágætlega vel að verði þarna og koma hann út af. Annars gaman að sjá að hörku mæting í dag, Andri, þrátt fyrir fermingaveislur og annað. Það er mikið af fermingarveislum í dag, rétt hjá þér, og útskriftarveislum eru þessu líka. Já. Og líðum aðeins fyrir það með mætinguna. Ég fór nú að kíkja á backpackis á hann og stemninguna þar. Já, var hún góð? Hún var góð, en hann var frekar fámennt, því miður. Ok, hér allavega losar Axel Kári, Axel Kári, fyrirgefið. Boltan allavega upp í horn og þetta markspyrna frá marki Káa. Þarna, Andri, fannst mér vera svolítið einkennismerki Káa. Við sækjum í seinni boltan og reynum að pressa Keflvíkingana. Já, ég sammála því. Við erum alltaf eins og við fórum yfir á þann. Þessi 4 leikmenn okkar sem eru skeinuættir alltaf fram á við. Þeir eru alltaf hættulegir. Þurfa hvorki mikinn tíma né pláss til að skapa sér eitthvað. Það er bara svoleiðis og við vonum að þeir fara að komast sem fyrst vel inn í leikinn. Alex tapar ekki bolta. Hann fær höfuðmeiðsl aftur. Og það gerir Einar líka. Þorvaldur. Greinilega hafa skallað saman og Þorvaldur Örlygsson. Hann er ekki ánæður. Hraunar yfir Tirnicic. Já, mér fannst þetta að vera bara spurning hvort við fáum endursýningu af þessu, hvort að við náum því með að vera að hlúa að þeim. Þetta var djús átök. Ég sýndist þér bara einfallega skalla. Já, Tirnicic fekk náttúrulega höfuðmeiðsl í gegn leikni. Hér kemur hár bolti frá, já. Má sjá hérna. Þeir skalla hreinlega saman, ég skil í hvað Totti er að æsa sig. Nei, Totti er náttúrulega bara snarklikkaður. Sjáum þetta betur aftur. Algjör toppmaður Totti, hann er keppnismadur. Keppnismadur mikill. Hann vill ekki, hann lætur að vera seintakar með að vera ekki í sína leikmenn. Hérna sjáum við þetta enn aftur, það er verið að huga að þeim. Alexander er staðinn upp og það Einar Orri líka. Hér kemur boltinn. Það vorum þetta sé í lagi. Frá Rækó. Alexander fekk mikinn skurð. 7 spor. 7 spor og varð að fara af velli. Það er spurning hvort þetta hefði opnast aftur. Vonandi ekki, vonum ekki. Hér kemur spyrna frá Rækó, sjáum við endursýningunni og þeir fara upp í honum bolta á sama tíma. Þetta er bara því miður skallaði saman en Keflvíkingar virðast að fengja aukaspyrnu. Já, en þeir eru klárir báðir aftur í slaginn. Já, Alex reynda var dreginn út það í síðasta leik. Hérna kemur aukaspyrnun og teik Káamanna og það er engin, þetta eru illa útfært hjá Keflvíkingum. Já, þetta var allir örugt. Það eru báðar konur inn aftur, það er fyrir öllu. Já, það er bara gott mál. Önnur fáum aðra markspyrnu Rækó. Andri, hefur að leggja undir að koma aftur á sama stað? Ég held að þessi ratti á kollin á Archie. Já. Og nú verða okkar menn að taka stuðningsmennirnir við sér. Já, taka hans við sér. Það er rétt. Og við fáum langa spyrnu frá Rækó. Þetta er enn og aftur á hausinn á Alexander og Archie. Þeir eru konur í skallaði við saman. Já. Archie vinnur þennan ára, Almar inn á Elvar. Þetta vil ég Elvar sjá, og Grímsa. Farðu Grímsi. Þetta er nú bara... Þetta er áhugavert. Já, hann hreinsar í hausinn á Halla. Sko, fyrir utan Allarsson, ég held að enginn í heiminum fengi fleiri bolti í hausinn en Halli. En þetta var ágætlega unni hjá Hallgrímur var 1 á móti 2 og hérna... Svona gaman að skita, Haraldur, hann var nú giftur, veit ég, Íslandsmeistaranum í fitness. Já, ég bjó nú 2 ári í Keflavík og var duglegur að sækja leiki Keflvíkinga í Pepsi-deildinni sem þá hefði voru þar. Já. Og ég man vall eftir heimaleik sem hann spilaði ekki með svona umbúður hausinn á Halli eftir skurðið eða önnur högg sem hann fékk. Já. Mjög duglegur að sækja þetta, mikill skallamaður og... Hann er svona þeirra Atli-sveinn. Hér er Totti, æsa sig aftur. Sennilega byggðum spjald á Júra, þetta var hörku tækling. En núna þurfa Káamenn að vera svolítið cool og verða ekki undir í baráttunni og hérna, þetta er þessi Totti er góður í. Já, hann er góður í þessi kall. Og hérna... Það þekkjum við. Það er hrikalega gaman að vera með svona gæi í liðinu, það er hrikalega leiðilegt að vera á móti svona gæja. Já, Totti er bara alvöru maður sem að veit hvað þetta sport snýst. Mikill jaxl og frábær fótboltamaður. Hann er að spjalda, sýnist mér, Helgi er að spjalda, Guðmann er kominn hérna, lætur vel í sér heyra, Guðmann alltaf mikill andlegur styrkur fyrir okkur líka, hann hendir þeim til skiptir frá. Og veitum hvernig er hann að spjalda? Hann er að spjalda Júra, já, þetta er náttúrulega Júra átt í tæklinguna, Káamenn ósáttir og... Ég ætti nú bara að vera hreinskilinn, Andri, Totti sótti bara þetta spjald og bekkurinn á Keflavík. Totti veit nákvæmlega hvað hann er að gera kallinn. Enda 48 landsleikir að baki með landsliði Íslands og spilaði 8-9 ár í atvinnumennsku Nottingham Forest, Stoke og Oldham. Hann fór árið 1989 eftir að vera Íslandsmeistari í hörpudeildinni með KA til Nottingham Forest
spilaði þar í 4 ár, fer síðan til Stoke og síðan til Oldham. Kom þetta 1 ár á láni heim til Fram. Rétt. Og Spilar með bróður sínum Ormari. Já, og kemur síðan til Íslands árið 2000 aftur og verður spilandi þjálfari hjá KA. Já, og við vitum restina, hann gerði frábæra hluti, fór upp með okkur auðvitað árið 2001, ógleymanlegt sumar, þess að við fórum í bikarúrslit líka, með frábært lið eins og Þorvald Magan og Freyr Hringsson og fleiri góða. Fleiri góða, þarna voru alvöru menn, hérna kemur bakgrinding, ekkert dæmt, Archie tíma og Hallgrímur á Archie aftur. Archie verður ekki undir í þessari baráttu, frekar en fyrir daginn. Archie finnur Hrannar út á kantinu, Hrannar er með nóga plássi. Sjá plássi Hrannar fær, Elvar er að keyra inn í, Almar er að keyra inn, Júra er á fjær. Nú kemur góður kross á Hrannari, neist í varnamann og Jónas Guðni hreinsar. Og þeir sækja niður Guðmundur Magnússon og Sigurbergur setur á Guðmann. Guðmann losar hann fram, nú vill ég sjá Almar fara í pressuna bara. Á hann Axel, sérðu, Elli vinnur þennan bolta. Vel gert. Ekkert á þetta. Og hérna, þetta innkast eiga KA-menn er að færast hitt í leikinn, Andri Snær. Já, eins og ég var búinn að spá fyrir leikinn, þá verður þetta mikill baráttu leikur. Heldur betur. Nú er bara spurning hvort þið er meira kúl. Hrannar með innkasti hérna út í hægra meginn fyrir KA. Setur hann upp á Elvar. Magnús Þór kemst inn í það, Elvar vinnur þennan bolta. KA-menn eru duglegir að tækla og það er bara jákvætt. Við erum með hörkulið. Archie. Já, leikur ekki við hjá honum Archie, hann er frábær á miðunni. Ég vil meina að þetta sé allra besti miðjumaðurinn sem er að spila á Íslandi í dag. Heldur betur, en þarna lætur Júra hirða sér boltan, slök sending hins vegar og Alexander á Hallgrím, hann er með mann í bakkinu, bróður hans biður hann. Gerir hann skemmtilega að Grímsi. Já, frábærlega vel gert að Grímsa, Archie með nóga tíma, Archie fær hann að rólega press í bakki eða hvað, nei. Archie þarf að finna sendingunum núna, finnur Hrannar með tíma. Hvað gerir hann? Finnur flottan bolt inn á bróður sinn. Þarna er Hallgrímur góður smá móttakan sveik hann örlítið Andri og boltinn endar hjá Beiti. Já, þetta var hæg sókn hjá okkar KA-mönnum og ég er samt ánægður að við erum að koma okkur smátt og smátt inn í fram. Gefur stöðubarátta. Mikilvægt að koma Grímsa inn í leikinn. Já, heldur betur. Nú taka áhorfendur við sér gaman að þessu. Tómas Óskarsson nær þessum bolta ekki út við hliðarlínu. Og mér sýndist það ekki vera neitt annar en Eiríkur Jóhannsson sem sparkaði boltar inn á völlinn aftur. Jájá. Frábær ekki. Jájá, góðum mættum. Góðum mættum og kannast við þetta. En Kallur með innkasti fyrir saman stuðningsmenn KA sem eru fjölmargir í dag. Heyrist vel í þeim hérna yfir til okkar, það er gaman að þessu. Jájá, nú er það lifna yfir þessu. Já. Skemmtileg stemning. Rajkovic út í boltan. Hann hirði þennan. Davíð yfir á Guðmann og Guðmann, það er lítil hreyfing á KA-liðinu akkurat núna. Þetta er frekar rólegt. En Andri, er þetta ekki svona ekta leikur sem að dómarinn þetta hendi eitt ekki í vatnspásu? Lít þessi gömlu góður leikuna hendi í vatnspásu. Ha? Já, ég sammála því. Það er heitt og það er sólin skín og... Ég líka var hrifinn af þessu HM. Ég er nú alltaf sem handboltamaður hrifinn af því að geta tekið leik. Já, akkurat. Það er til að fá þetta inn í fótboltann. Þetta eru náttúrulega fyrirfram nánast ákveðin leikli. Dómarinn oftast lætur þjálfarinn vita fyrirfram að hann ætlar að stoppa leikinn hérna. Já. Það væri gaman að sjá. Þá gætu við kannski séð líka taktíska breytingar svona meira í miðjum leik, sko, svona áberandi taktíkar. Já, að bregðast við jafnvel. Menn hefur tækifæri til að bregðast við, sko. Já. En hér er Almar á Hallgrím. Það er einhver hreyfing á KA-liðinu núna. En eins og við sjáum, við erum að sækja þetta bara aðeins á 4 mönnum gegn 6-8 keflingu. Hérna kemur flotti boltinn og Elvar fær hann. Elvar. Reynir hælspyrnu og Haraldur vel á verði og hreinsa þennan brá. Hallgrímur heldur hún vinna á. Hallgrímur eru 3 á teiknum með KA. Kemur Hallgrímur með hann og Almar fær hann aftur, skemmtilega gert og út á Hrannar. Hrannar með frábæra kross og Almar! En það er dæmt á þetta. Og það Júra passa sig. Júra er afar ósáttur við að dóm og hann þarf að passa, hann þarf að spjaldið Andri. Já, ég heyri svona segja Bitsko Madri, þetta heyrðum við oft Goran Gusic segja í handboltanum í gamla daga. Já, enda báður á króatísku mættum. Rétt, Sigurúli. En Beitir, markmaður tekur aukaspyrnuna, KA-menn bakka. Þetta var skemmtileg sókn KA. Þetta var flott sókn og þarna eins og við sjáum er Grímsi stórhættulegur. Já, og ég hefði gaman að sko, við settum 2 menn inn í boxið og síðan aftur var Almar hérna slök sending tilbaka frá. Vel á verði, sem betur fer. Alexander vinnur þennan bolta og keflingur liggur eftir. Jájá, áfram með þetta svo.
Alexander, þetta ekki eitt boltinn á milli, nú þurfum við að vinna hann aftur. Callum gegn Tómas í unga stráknum. Ungi strákurinn mjög leikinn. Kemst fram hjá Callum sem að, þetta frábærlega gert hjá Rækko eins og venjulega. Keflvíkingarnir eru alveg brjálaðir. Já, enda liggja þeir eins og hráfur allan völl. Hér kemur kross og þetta er rangstaða. Keflvíkingarnir eru alveg brjálaðir. Jónas Gunni lætur línuvörðinn væga sagt heyra. Já, það er ákveðin suðrætt stíll yfir Keflvíkingarliðinu. Þeir hafa gaman að þeir liggja það sinna. Já, ég sammála því. Mér varst þetta ekki mikið brotið að segja eins og er og hérna rétt hjá bara bráðefnilegum dómara. Já. Helga Mikael. Enda er líka línuvörðurinn alveg onni í þessu. Þeir hljóta að vera góðum tækifærum tveir til að sjá þetta. Ég sammála því. En hins vegar, við sjáum þarna hraðan sem ungistrákurinn hefur og Callum stóð þarna ágætlega. Ágætlega, já. Náði ekki reyndar að komast fyrir fyrirgjöfuna. Nei, en voru raun og veru stálheppnir sigur og þetta var léleg sending tilbaka en... Já, það kemur allt út af einbeitingarleysi í okkar mönnum með léleg sending tilbaka og Keflvíkingar fljótt fyrir að átta sig. Já. En hér eru Jónas ennþá að ræða við dómarann. Hann fær í skallabolta við Elvar, ekki líklegur til að vinna hann en Elvar dæmt á Elvar. Sjáu þessa stöðubaráttu Frans Elvarsson með læti. Mikill Hannaslagur. Já. Ég er sammála Rannari, hann öskrar hérna að húsfiskum síð áfram með leikinn. Áfram með þess að með helvítis leiki. En Keflvíkingar í augaspyrnunni sem kemur vantilega flengt langt fram upp í horni á Hrannar og Guðmann. Guðmann öruggur á Archie, tími sem Archie hefur. Nú þarf Archie að koma fram á við. Tveir menn í bakkinu, finnur Alexander. Archie aftur á Davíð. Aldrei verið hrifinn af því að vera að spila mikið í öftustu línu. Nei, ég held við varum að fara að koma okkur fram á við þarna en alveg óþarf að spila aftur tilbaka. Enda vinna Keflvíkingar innkast og það er svona kurr í áhorfendur KA. Þeir vilja sjá okkur framar á vellinum. Já, hér er Júræ vinnur boltan, vel gert hjá Júræ. Júræ búinn að vera flottur. Kemur boltanum á Elvar, Elvar tekur skemmtilega á mót honum og þessu tapar Elli ekki og þessu tapar Almar ekki, heldur við þekki hann, Jónas á undan. Almar er bara mættur sá klár í næstu tæklingu, það er Axel yfir á Magnús Þórir, Hrannar er bara öruggur og vinnur þennan, Archie á undan í þessan. Þetta þekkjum við Archie, hann er frábær í þessari stöðu, Elvar gerir þetta vel. Hér er Einar Orri að brjóta. Hrannar ekki sáttur, vildi fá boltan. Þetta er, ég ákvað nú að punkta hjá mér einungi skot og hornspyrnur, Andri. Ég hefði kannski að punkta hjá mér aukaspyrnur því að þær eru að verða ansi margar. Já, þetta verður, eins og ég segi, þetta verður baráttuleikur. Frábær skipting hjá Alexander, nú er Júra 1 á 1. Ég sé að stöðuna mjög góður. Kemur frábæra sendingu inn í. En þetta er beitur, hann vantaði bara einfallega annan mann, hann vantaði Ella bara inn í boxið, hann var ekki mættur. En Alexander var með þessa frábæra skiptingu og hann fer í Magnús Þóri hérna. Og Magnús Þóri finnur Sigurbergur gegn Archie. Og Haraldur fær hann í öftustu línu. Haraldur getur notað báða fætur við að spila boltanum. Nú er Hrannar út úr stöðu og Almar fara. Já, tími sem að Callum hefur, það þurfti að tala við hann hana og Callum hreinsar upp völlin, Júra tekur hann væntanlega eða hvað. Fær mann í bakið. Það vil sjá Júra grimmari. Tómas inn á. Já, Júra vinnur hann aftur. 22 hjá Keflavík Guðmundur Magnússon. Já. Við erum erfitt með að ná upp spilið í Sigurli. Já, pínu ágefni kannski. Nú er náttúrulega komin 29 mínútur á klukkuna og jú, við erum búin að eiga eitt gott færi en Keflvíkingar hafa svona verið svolítið stjórna leiknum svolítið hingað til. Já, það verður að viðurkennast að Keflvíkingar eiga munu auðveldara með að halda boltanum og hérna virka öruggari í sínu spili. En við höfum áður í sumar verið að byrja ekki nógu vel. Já, við höfum ekki fram að við vorum lengi að koma okkur inn í leikinn en svo þegar það kom þá áttum við leikinn. Já, hér ekki væntanlega kemur Elvar í pressun og beiti. Elvar hefur unnið marga boltana hérna í baráttunni, hér kemur til dæmis allt of langa bolti. Þetta er bara unnin bolti að Elvar á mínum mati. Bara svona pressa, skilur hann enna þessi Elli að þessi Ella. Þetta er bara unnin bolti og við fáum hann okkar megin. Elvar er frábær leikmaður og uppalinn í Völsung eins og við KA-menn vitum og skiptir í Breiðablik eftir sumarið 2011. 83 bara flott sumur í Breiðablik. Skoraði, já, nokkuð mörg í deildablikar. Og hérna munum eftir því þegar hann kláraði KR-reikana í Frostaskjólunum. Heldur betur. Og Elli hefur búinn að spila leika vel fyrir KA, hann kom með 2 mörk sem aðeins við tímabili. Já, og óheppinn skora ekki fleiri. Já, óheppinn skora ekki fleiri og eitt er sannlega best sjálfur. Hér er Einar Orri, hann er mikill svona karatefótboltaspilari, mikið í loftinu. Hérna er það Magnús Þórir og Almar og þennan eiga KA-menn. Já, hárið rétt dómgæsla. Það er Hallgrímur
kemur mann í bakið með Jónas í bakinu. Jónas upptjúnar sín á dæmi sínu. Greinilega búinn að steppa sig vel upp í sín og sheikunum. Já, en þetta er slögsendingar hann nú þurfa að vinna Archie bolti. Nú þarf Davíð að mæta einfallega. Davíð útsala, Sigurbergur, Tómas með hann. Tómas finnur hann á fjær, Hrannari seitt tilbaka. Magnús Þórir, einn gegn Hrannari. Hrannar stendur vel, Hrannar loka vel og þetta er Einar Orri með skot. Langt yfir. Býsnaðís fjarri, eins og maður sagði. Þetta var ágætt útvarsókn á Keflvíkingum, KA-menn svolítið var einfaldlega ekki í stöðu þarna. Já, en við þurfum ekki að ágjöra þessu, þetta fór langt út á bílaplan. Já, og KA-menn mega það þrátt fyrir að hafa verið hérna á heilunum til að byrja með að Hrannar stendur vel síðan á Magnús Þóri og menn mæta skotinu Einari líka, þannig að ná ekkert möguleika að koma manna en yfir sko. Þetta er að sjá hann Hrannar gera vel, hann lokar vel, hann er góður að verjast strákurinn. Hann er þannig að hann har vaxið mjög ásmiðinn hjá KA og hérna framtíðina fyrir sér. Sammála því. Hér er Júræ með 2 í sér, boltinn farin út af, flaggað innkast sem KA á. Sigurlega og horfir niður völlina, þetta er frábært að sjá. Frábært veður, það er laugardagur og mikil stemning og svo er Sóldögg að spila á græna hattinum í kvöld. Já, og ég hreinlega nýti tækifærið og lýsi eftir sólavörn í hálfleik, Andri. Við erum að brenna hérna. Já, ég er smegur. Já, en ég sammála því þetta er frábær dagur til að spila fótbolta og hér er Elvar, vildi fá brott Keflvíkingar, Einar Orri fram og þetta innkast þegar KA-menn. Jónas Guðni biður brotið ennþá en það er ekkert dæmt aftur í tíman í þessu. Nei, það er rétt hjá þér. Hér kemur innkasti frá Kallum, langt fram, Elvar vinnur hann, Júræ eftir á Elvar, það er mikið touch í þessu, þetta er physical hjá þeim. Þetta verður svona í dagsegi og ég held að við fáum mörg spjöld í dagsegi. Já, það er allavega, það hefði komið eitt, það kom á KA-menn og hér er Kallum, losar hann fram, nú þarf einhver að elta. Það er eitthvað að setja í pressu hérna. Hálóftabolti. Almar. Þetta hefði ég viljað sjá meiri pressu á okkar mönnum, þeir leta hann bopp og allt, en hérna vinnur Archie hann. Magnús Þóri nær ekki að koma honum fram hjá Archie, hann er með Hrannar með sér. Nú eru konið 3 á teginn hjá KA. Hallgrímur með hann, honum finnst gott að vera með hann. Það er gaman. Almar og Hallgrímur, vel gert hjá Hallgrím. Missar hann Hrannar með úti. Það er ennþá 3 á bóksinu á KA, nú það koma góður kross. Kemur krossinn frá Hrannar á nærstöngina, Haraldur með hann og losar fram. Haraldur er öflugur hérna í veðrunum. Fáið svona, sjáu hvað þetta er vel gert hjá Archie. Tekur hann bara einfaldlega á bringun og niður. Margir hefðu skallað hann eitthvað fram á því, þetta er Archie góður í. Hann er með frábært touch strákurinn. Boltinn elskar hann og hann elskar boltan. Það er rétt. Og hann á Kallum sem að skýtur hún lög sending á Kallum, Tómas vinnur boltan, þetta er löng sending, Davíð, einn á sjó, skattar hann á Alexander sem fær tíma á hann. Og Alex með hann, sérðu, nú vil ég sjá. Nú vil ég sjá Hrannar taka sprettinn upp í hotn. Kemur önnur skipting hjá Alexander, hún er ekki jafn góð áðan. Ekki jafn góð áðan. Nei. En honum til varnar þá hafa hann ekki mjög marga möguleika þarna. Nei, ég spurði hvort hann geta leikjónið til hægri Andri og þeim vikið Hrannar upp í ennett skipti. Sammála því. Það er bara tímasvöld hvenær krossarnir hjá Hrannar er að fara að hitta á hausinu á okkar mönnum. Já. En Haraldur spilar út á vörninni á Axel Kára. Og Axel aftur á Harald. Haraldur fyrir liði Keflvíkinga til margra ára og svolítið hjarta í þessu Keflavíkur liði. Sjáum þetta sigurlega að Grímsi og Elvar eru duglegir að skipta stöður og þeir láta rúlla mikið, hver er alveg upp á topp. Já, og hægra megin og hver er í tíunni og svona. Þetta er gaman að þessu, hér kemur Guðmann. Guðmann getur gert ýmsa flottar upp um boltan. Hann er með Hrannar með sér, Hrannar, þarna vilja hann fá hendi. Hrannar er búinn að taka 3 á nú þegar. Skemmtilega gert hjá honum. Það verður að halda áfram, ekki stoppa. Já, lét dómarann, tók sér tíma til að láta dómarann heyra það. Já, þetta var vel gert Hrannar. Þeir eru sennilega jafnaldrar hann og dómarinn. Já. En hér er Júræ, fær tæklinguna. Það er greinlega hitt hérna út á vinstri vagnum. Þennan bolti að Keflvíkingar. KA-menn eiginlega hreinlega steinhissa á þessu. Já. Helgi heyrist kallað. Helgi er einmitt dómari leiksins. En nú þarf Jónas Guðni færa hann. Við viljum ekki að Jónas sé mikið að byrja bolta. Hann er flinkur á boltan Jónas og bara ansi góður í fótbolta. Eins og við sjáum líka. Kemur sendingin tilbaka. Nú eltir Elli. Nú spurning hvað við náum að gera. Hvað KA-liðin er að lyfta. Beitir með langa bolta fram og þennan vinnur væntanlega Guðmann. Já, ekki spurning og Davíð seinni boltan. Þetta er KA-liðið á ekki að tapa skallabolta en það hafa ekki held ég tapað mörgum í dag. Nei, við erum að vinna þessar baráttur út á vellinu og þurfum að koma okkur meira inn í leikinn fram á við. Heldur betur, hér er Guðmann á Ella, Elli út á kantinn á Alma, nú hefur Alma tíma á hann. Ef hann heldur inn á, nei, þetta var erfið sending. Axel, Hrannar pressar, Hrannar má ekki fara á framalega nema einhver bakki fyrir hann. En það kemur langur bolti fram, ég þurfa að menna að tala saman, það er Kallum og það er Rækó. Þetta er vel unnið úr þessu.
voru að vinna þennan bolta, nei, engi KM-ar á svæðinu. Þarna fór ykkur samskipti að vandræða hjá Keflvíkingum því að Einar var gjörsamlega aleinn. Ég hef ekki séð mann svona einan í fótboltaleik bara lengi. Elli lætur alltaf finna fyrir sér, hann leyfir engum að fá frían skalla. Það lítur að vera rosalega þreytandi að vera varnarmaður á móti Ella. Alexander Mikill hikkar. kontaktspilari þó hann sé kannski ekki mikið svartsenegger í sér, hann er ekki með vöðvaður að sjá á velli en hann er grjótharður. Nú stóð allur Keflvíkingabekkurinn upp nema einn. Spurði hvort að hann hafði einfaldlega ekki séð þetta. Alexander keyrði að fullum þunga. Ég held að hann hafði bara gleymt sér að fá sinn sín hjá Jónas Gunnar fyrir leikinn. Aðeins var rólegur. Já, en þetta var réttilega endurspilna. Alexander, eins og við vorum að tala um Ella, kontaktspilari og ég hef gaman að þessu, menn ekkert að fara að fá fría skalla út á miðjum velli. Æ, ég er sammála því. Við munum eftir Heiðari Helgusinni, einn af mínum uppáhaldsleikmönnum. Kemur spyrnan, hún er inn á teiginn, Hrannar skalla frá og Hallgrímur næstur. Nei. Já, vel unnið úr þessu. Já, Hrannar og Hallgrímur ekki kannski hávaxtu þessu menn í liðinu, þeir berjast eins og rottur oft allan tíman. Já, það vantar ekkert upp á það. Og hér er það Almar sem pressar Axel með skiptinguna yfir á Tómas ungastrákinn sem ekki Callum er undan og setur hann upp í stúku. Já. Enda nánast hjá Siffu upp í stúku. Já, æðisleg Siffa. Æðisleg Siffa. Nú lyfta Keflvíkingaliðinu hátt. Frans Elvarsson ætlar að taka innkastið þarna hægra megin. Káa býður með 1 frammi og vinna þennan bolta. Já, og þetta er markspyrna frá marki Káamanna. Frekar mikið ró yfir leiknum núna, Sigurli. Já. Bara út á velli en ekki mikið, þetta er ekki mjög opinn leikur. Nei, við hefum einungis fengið 3 skot til leiknum, 2 þeirra hjá Keflvíkingum og 1 hjá Káa og það hefur bara 1 hitt ramman og það varði Rajkovic bara mjög vel. Já. En það er spurning hvað við sjáum í seinni hálfleik, Andri. Heldur þú að gjólan, það blæs örlítið að norðan, ekki, þetta er svona klassísk hafgóla? Já. Ég ætla að spá því, Sigurli, að við séum að fara að fá mark fyrir lok fyrirháleiks. Heldur það? Ég er nokkuð bjartsýnn á það. Já, við sjáum hérna að það eru komið 4 skot afsakið og það er 1 á rammanum Keflavík og 3-1 í hornum og hér eru Keflvíkingarnir að sækja. Og brot 6, Káa 3, Keflavík. Boltinn inn á teig og þetta er mark. Þeir skora. Þú spáði rétt, Andri minn, Sýver á miður. Sýver á miður. Og þetta er leikmaður nr. 22, Guðmundur Magnússon sem að skora mark Keflvíkinga hér á 38. mínútu leiksins. Við sjáum þetta endursýnt hérna. Kemur upp úr nánast engu. Já, þetta sá okkar menn illilega á verðinum. Já, Rajkovic með markspyrnuna fram völlinn og við töpum okkar fyrsta skallabolta á miðjunni í dag og þeir sækja einfaldlega hratt. Einar Orri gerir mjög vel, tæklar boltan fyrir og þar er hann einn á svolítið á fjærstönginni og Hrannar var hérna með 2 og erfitt. Hrannar með 2 og bara því niður, þetta var ekki nógu vel varist hjá okkar mönnum og þetta er dýrt, vont að fá sér mark. Vont að lenda undir. Mjög vont að lenda undir, sérstaklega í svona stöðubaráttu. Það eru mörkin sem að breyta leikjum. Það er bara svoleiðis, hér pressar Elli og vinnur hornspyrnu. Þessi Elja hjá Elvari, nú er bara áfram veginn og... Jæja, við heldum áfram og nóg eftir þessu. Hrannar öskrar sína menn áfram. Nú þurfum við bara að svara kallinu, þetta er mjög vondur tími til að fá á sig mark, Andri, svona rétt fyrir hálfleik. Sammála því. Sem er hornspyrnan frá Hallgrím, annar annarsvæðið, Davíð lætur hann fara, Almar. Og þetta er varið inn í teig og Almar aftur upp í skallan. Hann fær nú bara högg í andlit þarna sýndist mér en ekki dæmt. En Káa með eigin kast. Og þar mætir Callum á vettvang til að taka það. Þá er langt innkast, eins og Örlygur Helgason var frægur fyrir að taka hérna fyrir okkur fyrir 10 ára síðan. Hér kemur innkastið, Elvar með Guðmann í baráttunni, Callum með fyrirgjöfuna, hún er á fjær, her er Davíð. Beitir í vandræðum! En Davíð beitir næra handsama knöttinn. Hann var í örlitlum vandræðum þarna. Vantaði klístur. Já, laglega gert á endanum. Já. En hann hefði sennilega fengið ræðuna frá Þorvaldi í hálfleik að mista hann. Já, það er rétt. En nú öskrar Túfa mennin áfram, þetta er hárbolti. Þennan fyrir Davíð upp í. Davíð rúnar með, nei, hann missir á hann. Misreiknan, Guðmann í backup. Þetta er frábær skalli hjá Jónasi. Já, og þeir spila vel hægt í gegn, þetta er frábærlega spilað og rangstæða
En dómarinn lætur leikinn halda áfram eða hvað? Nei, hann flautar. Hann lengja flautar, alltaf hætti ég að láta hann fara. Já, þeir ræða þarna, Hrannar fær útskýringu frá þessu og skilja sáttir félagarnir Hrannar og Helgi. Þeir gera það, Sigur Óli. Nú, eins og kostin á það, þetta var vont að fá að setja mark. Þetta er vestur, gætir ekki fundið verið tímasetningi leika rétt fyrir hálfleik til að fá á því mark. Já, en við erum alvöru íþróttamenn og við verum að halda áfram að bregðast við. Og það er bara svoleiðis. Og KM spila í öftustu línu, nú er spurning hvað Keflavík gerir, hvort þeir liggi tilbaka eða hvort þeir haldi áfram, þeir náttúrulega hafa stjórnað leiknum svolítið. Já. Archie í baráttunni við Sigurberg og missir að setur hann út það, þetta var ólíkt Archie. Já, hann var í vandræðum. En Keflingar núna taka sér tíma í þetta innkast. Þeir eru alltaf að láta tíma líða, reyna að fá hálfleikinn. Stöðunni 1-0, sterkt fyrir þá. Sigurbergur, Tómas og Davíð Rúnar fær tímaboltan. Slök sendingur, Davíð Jónas Guðni með sendingur inni sem er slök líka sem betur fer. Og Rækovits handsama knöttinn. Rækó ætlar að taka langa, nei, sendir hann út á Davíð Rúnar. Og nú verður að byggja upp sól. Davíð Rúnar með hann á Alexander. Alexander snýr sér við, horfir fram. Vill fá hreyfingu. Fær hann frá Archie, Archie með 2 í bakkinu. Archie dettur og slæmur staf. Skýlir honum en missir hann. Þetta hefði Archie út að brjóta bara mínum mati, Einar Orri með hann setur hann inn á Guðmund. Hrannar vinnur vel tilbaka, frábærlega gert hjá Hrannari. Hrannar. Axel með mann í bakkinu, Hrannar vinnur hann aftur. Nú eltir Elli, þarna er Elli góður. Haraldur sterkur hérna í baráttunni. Eins og svo oft áður. Já. Sigurbergur, þetta hefur sérlega verið Sigurbergur áðan, ekki Einar Orri sem ég var að segja hefði gert vel. Ég held það sér eftir þér. Ég sá þetta illa í endursýningunni. Mjög áþekkir á velli. Já, báðir með lítið hár og mikið skegg. Einvarður Jóhanns. Já, svolítið Einvars. Greiðsla. Já, nú sækja menn K.A. hratt, 4 á 4. Þetta er stórhættulegur atriði. Já, mér líst til á þetta. Kemur hún Elli. Þetta er ekki nógu vel gert. Þarna vorum við einmitt sem við búin að tala að sækja hratt á okkar 4 fremstu mönnum. En hér er það Jónas sem fær Hallgrími í bakið og Hallgrími brýtur. Það er fínt. Þetta er áfram. Það fær ekki einu sinni brot, K.A. bara innkast. Sinnsín og kóngurinn. Ég held að þetta sé rétt, Sinnsín og kóngurinn alveg mjög ósáttur við þetta, en þetta var held ég bara einfaldlega réttur dómur. Og hér fáum við aukaspyrnu. Og Jónas er ennþá brjálaðari. Spurning hvort hann hristi sér ekki 2 shake í hálfleik. Það verður að fá sér eitthvað balans til að koma sér í jafnvægi kallinn. Hárrétt hjá Andri, hann er ennþá í dómaranum. Já, hann er virkilega tjúnaður í dag. Já, en þessa aukaspyrnu tekur Júra Grísel. K.A. menn setja alla sína stærstu menn inn á teiginn og það er að slá í 44 á klukkunni hjá okkur. Já, nú þurfum við að vera á tánum. Já, ég held að þú spáðir marki áðan Andri að öðru hvoru megin náttúrulega og sagðir að kemur mark fyrir hálfleik. Ég ætla að segja að komið mark einfallega núna. Já, mér líst vel á það það verði engin annar en okkar besti Guðmann Þórisson sem stangið þennan í netti. Það væri frábært. Hérna kemur boltinn frá Júrai. Koma svo. Hún er á fjarstöngina, beitir. Grípur þennan, þarna vantaði að Guðmann var í honum. Hann var í honum en þetta var ávinnalega og raun og veru frekar þægilegt fyrir beiti. Já. Mark Ásland vildi rangstöðu jafnvel en fekk ekki vilja sínum framgengt, hárbolti frá beiti og það er Guðmann mættur í næsta skallabolta og á Hrannar. Nú sér maður í bak, Almar, Archie, þarna vildi ég er sammála Hrannar þarna. Við viljum sækja hratt og það þurfum óþarfa að spila boltanum tilbaka í þessari stöðu. Já. Hér er að Hallgrímur gerir vel Júra með honum. Júra finnur væntanlega Alexander og Alexander færir hann yfir á Archie. Kemur Archie á þetta, finnur Hrannar. Hrannar gegn Magnús Þóri. Og Archie. Vel gert eða hvað, Sigurbergur tuglegur hjá Keflavíkurliðinu. Sendingin Hrannar, Hallgrímur gerir vel og vel úr slakri sendingu og fær innkast. Já, nú styttist ég að Helgi Mikael flauti til hálfleiks. Já, við höfum ekki smávæli höfuðmeiðsli tvisvar og hérna spurning hvað hann bæti við. Já. Hér kemur sendingi fram, Tómas greinilega, þessi ungi strákur getur hlaupið endalaus, Guðmann brýtur, svo sem kannski ekkert að því að brjóta þarna, veit það ekki. Nei, enda mótmælir hann ekki neitt. Nei, veit við fyrir sökina, en nú langar eintalega að dæla Keflvíkingar sínum stórum mönnum, Mark Ásland og Haraldur fara fram. Já. Og hérna, þetta gæti verið síðast tækifæri fyrir hálfleiks. Það er komið inn
hálf mínúta fram yfir, rúmlega. Nú heyrum við í stuðningsmönnum Keflavíkur í stúkunni, þeir eru fjölmargir sem hafa mætt á leikinn. Já, restin sennilega á sjóvarunum Síkátt í Grindavík. Þykir það líklegt. Það ekki ólíklegt Siguróli. Hér kemur spyrnan inn á teginn, Rækó, grípur þennan. Vel gert og þá kemur hálfleiksflautið. Það hálfleikur 1-0 fyrir Keflavík og já, Siguróli, við erum ekki alveg ánægðir með okkar menn í fyrirleik. Nei, ég hjartanlega sammála við að við höfum sýnt lítið. Mér svo sem Keflavík ekkert sýnt neitt mikið meira. Þeir hafa ekki átt neinn dauðafæri eða neitt svoleiðis. Alls ekki, búið að vera mikil stöðubarátta. Bara einfaldlega leiðilegu leikur á að horfa. Í raun og veru mjög lokaður leikur, ekki mikið opin færi. Já, en staðan einfaldlega 1-0 fyrir Keflavík í hálfleik og Andri, svo lítið kannski það að segja nema við ætlum að fá okkur sólarvörn í hálfleik. Já, ég held að það sé afar mikilvægt því ég finn að ég ansi volgur í framann. Já. En eins og ég segi, ég trú að við mætum tvíeldir til leiks í seinni hálfleik. Mætum galvaskir bæði við og liðið. Engin spurning, fáum okkur kleinu. Fáum okkur kleinu, þökkum fyrir þetta á meðan. Æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar líf sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar líf sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram
hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Já, góðan daginn aftur áhorfendur góður og velkomin með okkur í seinni hálfleikinn. Leik K.A. Keflavíkur, staðan 1-0 fyrir Keflavík í hálfleik. K.A.-menn sækja til suðurs í síðari hálfleik með netta norðan gjólu í bakið og byrja á því að, vinna ekki hotspyrnu, beitir vel á Verði og Júrai. Pressan skilaði ekki árangri. Fyrir þá sem er að koma að skjánu núna hafa Keflvíkingar verið ívið sterkara liðið þó kannski án þess að búa til mikið af færum. En nóg til að vera 1-0 yfir. Hér er Archie í baráttunni Sigurberg. Sigurberg verið gríðarlega öflugur í þessum leik. Hrannar Björn með hann í öftustu línu á KA. Siguróli, nú kemur þetta hjá okkar mönnum í seinni. Ég er samfærður það. Það er sammálaður Andri minn. Það er ekki góður fyrirháleikur og við fórum nú í kaffi og fengum okkur matur og mörg samlokur. Frábæra samlokur. Og hér Davíð dæmdi brotlegur. Ánægður með Davíð þarna, setja íta aðeins í bakið á honum og láta vita af sér. Heldur betur. En einmitt Guðmundur Magnússon gerði mark Keflvíkinga. Og þeir eiga hér aukaspyrnu. Það er hinn geðþekki Frans Elvarsson sem ætlar að spyrna boltanum. Spyrnumaður ágættur. Siguróli, ég var í matur og mörg samlokum í hálfleiku í kaffinu og stuðningsmenn voru ekki ánægðir með spilamennsku okkar manna enda eigaði mikið inni. Eiga nóg inni, Andri er sammálaður í því og þetta hljótum við að sjá rautt spjald eða hvað? Þetta getur verið rautt spjald. Hann er búinn að ná, þetta er ekkert. Ég skil ekki hvernig þetta, hann er með gula spjaldi í hendinni. Hann ætlar að setja gult á þetta sem er kannski rétt en það er hægt að réttlæta rautt spjald við þetta. Heldur betur. Hann veifaði fætinum ansi hátt og beint í hausinn. Fáum þetta endur sýnt núna, maður sjá. Hér kemur boltinn, Alexander skellir sér í þetta, hann er á undanhætti bara. Við séum bara eins rautt spjald sem Jóhann Helgi fékk á síðustu leikti fyrir að sparka í andlitið á Davíð Rúnari og vonum hreinlega að sé í lagi með Alexander okkar. Þetta var glæfralega gert. Já, þetta var gjörsamlega glórulaus tækling. Alexander liggur enn og HS sýnist mér. K.A.-menn eru allir að halda sig heitum við eftir hálfleikinn. Einar Orri lítur gula spjaldið. Einar Orri, þetta var óforsvaranlegt af hans hálfu og gjörsamlega glórulaus tækling. Hann er spilari. Hann er hérna. Hér Einar Orri lætur hann virkilega heyra. Einar Orri er heppinn sjálfur að fara ekki út af sjálfur. Hann biður að Alexander fara út af en rétt skal vera rétt hjá Helga dómara að ef við spjaldar þarf víst ekki að víkja út af ef þetta er svona stutt aðhlýning en hér kemur frábær bolti. Þetta er vel gert hjá Almari. Almar er ennþá með hann. Almar í baráttu. Hérna vorum við óöfnir. Þetta er svona betri glefsur. Hérna fær Archie sennilega gullspjald. Nei, nú sjáum við það er mikill hiti í leikmönnum. Enda heitt á Akureyrarvelli í dag, Andri. Hér er að slafra upp í 20 gráður ef ég er hreinskilinn. Eins og ég fór yfir í fyrirleik, það er draumadagur þetta fyrir norðan. Frábært fótboltaveður og okkar K.A.-menn að spila og svo ætla allir að skella sér að græna hattinn í kvöld að sjá Sóldögg leika verið dansi. Bergsveinn Árelíus söngvari, Sóldögg er skemmtilegur söngvari. Frábært band og hérna, þeir eiga mörg góð lög. Já, Svört sól til dæmis. Friður. Já, heldur betur. Hvort sem er. Alexander, hann er hvergi í bankinn, vinnur þennan, Júrai tekur vel á mótunum. Skemmtilega gert. Kallum, fær hann aftur, kemur Frans, vinnur Frans boltan. Já, og Júrai vinnur hann aftur vantilega hvað, Frans er leikinn. Það gerir Frans vel. Já, og losa hann Einar Orra og hann er kapphlaup tilbaka. Guðmann, hefði nú kannski getað komið bara á Rækó þarna með hausnum. En þarna hljótum við að sjá gullspjald. Nei, ég held að það sé rétt bara aukaspyrna. Já. Og eins og ég segi, það er mikil hiti í mönnum og menn fara virkilega af miklu krafti í öll námið. Já, heldur betur, Andri, ég tek undir hvert orð með þér. Þetta er bara lítið fallegt spil, Siguróli, og opin færi. Þetta er bara einfallega stöðubarátta. Sammála því. Vekur líka athygli mín, Andri, svona meðan boltinn er í loftinu eins og svo oft áður í leiknum, hversu fáir eru í skotastúkunni frægu. Já. Það er ekki nema einn bíll sem er tímt að borga sína þennan leik. Já.
En það er kannski önnur saga og lengri. Já, En hér eru menn í glórulaust. klafsi. Keflvíkingar hafa betur. Guðmann í bakkjunu á Guðmundi og svo hann kominn hann Archie hjálpunum. Þetta er vel gert hjá K.A. Þeir ætla greinilega ekki að tapa fyrir meinasta bolta í þessum hálfleik og hér eltir Elli vonlausan boltu upp. Já, Haraldur skilir Bara honum. til að láta Halla finna þess fyrir því. Já. Ná að gera þetta. Beitir, það má búast við því að meðan að staðan er 1-0 að Beitir taki góðan tíma í þetta. Þorvaldur Örleifsson, okkar maður, okkar K.A. Taktískt Hann vel er þengjandi. Hann er fróður í þessum fótboltafræðum. Heldur betur leiðileg fótboltafræði hins vegar en sérstaklega þegar maður er að verða fyrir barðinu á þeim. Já. Þetta er ekkert sem við getum sagt við þessu. Hér Nei, kemur nei. boltinn. Hann kemur á hausinn á Callum sem vinnur sjálfsögðu þennan skatabolta. Frans með tíma, Júrai og Hallgrímur í baráttunni. Callum fær hann í sig. Keflvíkingar eiga innkast. Já, Ekki mikið tempó í þessum leik eins og kom inn á hann. nei, það er rétt hjá þér Andri. Boltinn er mikið úr leik. Frans tekur stuttingkast, þetta voru menn ekki vakandi. Og Frans losar hann fram. Callum á undan, vel gert af Callum og Callum á undan í tæklinguna. Fylgir vel á eftir í Einar og fær væntanlega guldspjald. Hann er kominn með guldspjald á loft þarna. Mikill hannaslagur og mikill hiti í mönnum. Jónas Guðni hefur fengið sér annan sinn sín og sé ekki í hálfleik. Heldur betur. Hérna Magnús Þórir að leggjast í grasið. Þetta er nú eiginlega bara kjánaskapur. Punginn. Spurning hvað Totti segir við þessu. Menn Já. eru Hann Totti þukla þess á veistunum og Ragnari reynileg. Reynilega ás fyrir geðu. En Callum fann alltaf undan í boltan, langt á undan í boltan. Já, þetta var, Og hann fór í boltan, hann það var alveg alveg fyrst, en það er spurning, hann fær væntanlega Hann hérna fær guldspjald. Já. En ég held að þessi raun og veru Siguróli, ef ég verið alveg heiðarlegur, þá er þetta réttlætt guldspjald á þetta. Já. En hann fór að krafti í boltan, en takkarnir fóru aðeins í Heldur betur. Nei, Einar. En Einar Orri er búinn að vera mjög mikið að brjóta okkar mönnum og láta okkar menn heyra það. Þetta var kannski ákveðin skilaboð í þessari tæklingu hjá Callum. Hér eru menn ennþá að ræðast sjúkraþjálfari Keflvíkinga. Hvort að það sé hérna Jón Örvar Arason, hann er farinn að láta dómarann heyra það. Ég held að sé Falur Helgi Daðason Falur Helgi sem að er hérna mættur. Það er gott að menn skilgreina hlutverk sitt rétt í leiknum. Já. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað skildur Fal Harðarsinni, mikilvæg þriggjastaskiptur sem við erum í Keflavíkurliðinu í mörg ár. Ég held að þetta falsnafn komi bara af Reykjanesinu, sko. Já, Það er engin Falur Akureyri. Sammála því. Nú, leikurinn hafinn á nýju. Þetta er Callum í baráttunni og hér kvartar ungi strákurinn Tómas. Júrai, það er djöfis barátt í þessum leik. Hérna allavega reynir Magnús Þórir skemmtileg til þegar hann sá við honum. Og Júrai finnur Hallgrím. Og nú hefur Hallgrímur mikið pláss. Já. Kemur hérna á miklu hraða, upp vinstri kantinn. Já, gegn Mark Ásland, 2 konur í hann núna. Skilur nett fyrir Júrai, skemmtilega gert. Júrai með Júra nóga tíma. fyrir og þetta er hættulegt. En vantaði Káamann að fjárstengin Andri. Já. Þetta var vel uppspilað hjá Það Káamannum. var mjög gott og hérna veitir á gott. Skemmtilegt spil hjá Hallgrím og Júrai hérna. Já, maður er búinn að sakna þess að sjá Hallgrím fá svona mikið pláss. Já, hann náttúrulega liðinn tvítdekka á hann leið og færi gefst í deildinni, það er engin spurning. Það er alveg klárt mál að uppleggið hjá anstæðingunum er að stoppa Hallgrím. Það er bara alveg svoleiðis. Hér kemur innkastið og það er á Elvar sem hefur betur eins og svo ofta áður. Callum, spurning hvort að Einar Orri ef hann væri ekki á gulu spjaldi værum við sennilega búin að segja hefnitæklingu. Já. En hér er háloftabolti sem Jónas Guðni vinnur. Hann er ekki hár í loftinu en vann þennan. Hallgrímur með hann með 2 í sér. Hvað gerir hann? Tekur hann auðveldlega á. Það gerir Hallgrímur vel en kemst ekki fram hjá honum. Nei. Kemur boltanum fyrir. Þetta er fjärstangabolti aftur engin mættur og þetta er Hrannar. Hann lætur bara vaðið Nú þekkja verð ég rétt. sjá hann bara. Nei, hann tekur mikið tíma í þetta. Kemur skotið á Beiti. Þetta er, ef ég er með rétta talningu, þetta er nú bara fyrsta skot Káamann á markið í leiknum. Já. Þetta er skotið í fyrirleik sem Almar átti fram hjá. Annars höfum við ekki náð skotið á markið fyrir núna. En þetta var... Þessi kemur til okkar Andri. Þessi kemur bara inn í Þessi bílinn. stefnir beint í bílinn. Já, hann bjargaði okkur ungi strákur. Þetta var vel gert hjá Tómasi. Já, hann bjargaði okkur hann það. En, já, Helgi vill ekki að Callum fyrir framar með hennan. Tappi með hann, yfir á Guðmann. Guðmann finnur Alexander í lappi, Alexander með tíma. Sigurbergur duglur í pressunni. Finnur Júrai út af kanti. Nú, hvað gerir Júrai? Ágætlega og við erum að koma okkur betur inn í leikinn Sigurður, en þetta var lélega sending hjá Júrai. Sending hjá Júrai, en hann veit best að það sjálfur. Guðmann vinnur hennan bolta.
Og Elvar með mann í bakki, þetta elskar Elvar, setur Almar í gegn og hann hefði nú sennilega flaggað rángstöðum. Hann var komin í stellingar línuvörðun og var sennilega að fara að flagga en... Elskar þegar línuvörðunni fara líka í rángstöðustellingun. Hann er flaggið í klofinu, standa gleitt og klárir að setja upp. Þetta hefur séð Magnús Sigurólafsson. Ég er alveg upp við þetta. Gera margótt að gáða þessum. Alveg upp við þetta, Andri minn. Það er rétt hjá þér, Siguróli. Hér allavega fáum við langa bolta fram, Káa eins og svo ofta á að vinna þessa bolta. Archie í baráttunni við Sigurberg, hefur betur. Alexander yfir á Callum, nú kemur Callum og ungastrákið með Hallgrím með sér. Nú erum við komið sjálfsagt í að halda boltanum, við ánægilegt að sjá það. Þetta gerir Grímsi mjög vel, fer fram hjá Tómasi. Fer fram hjá... Hitt fá aukarspyrnu. Já, það er nú rægt að flauta þarna. Jónas hendi sér nú niður í tæklinguna. Heldur betur, hér kemur langa bolti þessi selg út af, já. Og við sjáum það Siguróli að okkar menn, það er allt annað að sjá það heldur en hér upp að í seinna leik. Heldur betur, þetta er allt annað. Við erum að ná góðum spilköflum og við erum búin að ná Grímsa vel inn í leikinn, sem er mikilvægt. Og Júra er núna 1 á 1, Júra er sterkur 1 á 1, kemur með hægri löppina sína inn á teginn. En... Beitir ullaverði. Já. Þetta vantar reka sniðs og ekki át, Andri. Það er rétt hjá þér, en það er ánægilegt að sjá að það er allt annar kraftur í okkar mönnum og hugur í hugafarið er allt annað. Heldur betur. Og hér er Hrannar í baráttunni við Magnús Þóri. Magnús notar hendurnar en ekkert næmt. Einar Orri með langa bolt upp í hornið. Það er Guðmann stendur vaktina eins og svo ofta áður. Finnur Almar í lappir eða hvað? Nei. Axel kemur svo út af og við erum innkast landin okkar á einu aðalhelmingi. Greinilegt að uppleggið á Keflvíkingum er að koma boltanum út af og ná tempóinu úr leik okkar manna. Við vitum það eins og við erum búin að fara yfir í þessi útsendingu að við erum með hættulega menn fram á við sem að þurfa lítinn tíma. Heldur betur. Og nú er Túfa farin að virka hérna sem þriðji boltasækir á línunni fjær, þá vitum við að það er mikið í húfi. En hér er Guðmann og Guðmann gefur ekki Tom eftir og ekki Archie heldur. Það er ekkert að þetta. Nei, við vinnum hennan bara einfallega á líkamlegum yfirburðum og Alexander með boltan fram. Nú eltir Elli. Elli lætur Halla finna fyrir því sennilega. Halli setur hann upp í 7. raf. Já. Og þeir klappa fyrir því og hér er hann snöggur. Almar taka innkastið á Elvar. Elvar og virðist fá hérna högg. Þetta legglífin er þetta völlurinn sem gaf eftir. Þetta er skórinn jafnvel. Nei, Elli. En eins og hefur nú komið fram í fyrri útsendingum hjá okkur Andri. Elvar Árni er oft jafnvel ívið betri hallur en ekki. Já. Hann er svona, fær svona auka kraft einhvern. Elvar er ótrúlegur leikmaður. Já, hann er svo gaman að hafa svona gæi í sínu liði sem að gefur allt í þetta. Já, hann er bara ótrúlega flottur leikmaður og hann gefur sér allan í þetta og eins og ég kom inn á hann, hann er ekki duglegur að borða í Nautaskóla, þar sem hann kennir 7. og 7. bekk, en hann leggur sér allan í verkið. Hér er það hárbolti sem að Guðmann sækir út. Þannig að vildi Sigurberg fá aukarspyrnu, þeir sækja, nú fóru þeir 2 í Archie. Þá hljótu að vera með yfirtölu hérna einhvers staðar, en sendingi frá Almar ekki alveg nógu nákvæmt. Davíð í baráttunni við Guðmund, heldur honum og fær þarna gullspjald. Davíð er að næla sér í gullspjald eða hvað? Nei, hann sleppur. Já, menn hefði alveg getað séð spjald þarna, ég geti alveg tekið undir það með þér. Hann stoppaði þarna sókn Keflvíkinga. Jónas Guðni ætlaði að vera snöggur komin í leik. Og sérðu Sigurður, nú er þetta típisku Totti. Já. Það gefur sér góðan tíma, staðan er 1-0 fyrir Keflavík og þeir vita vel að því að tími vinnur með þeim. Bíð eftir flautinu, Frans með boltan. Og byttu nú við, nú veit ég ekki hvað gerðist. Eftir... Þetta er Guðmundur Magnússon sýnist mér. Já, mér sýnist þetta að vera Guðmundur Magnússon. En vonandi að þetta sé ekki, já ég er hreinlega bara, ég veit ekkert hvað gerðist, ég veit ekki hvort að myndavél náður sinni. Nei. En hann er í lagi með hann. Já, þetta verðist ekki að hafa verið neitt. Tittlingar skítur. Já, aukarspyrnan var hins vegar léleg, þannig að við vonum að fá Maras líka. Hann er búinn að stela þetta einhverjum góðum 6 met. Já, gefur sér góðan tíma í þetta eins og segi. Já. Þetta er... Það vona Helgi sé með klukkun á pásu. Já, sammála því. Nú þurfa bara okkar menn að vera vel á verði. Burt með boltan, Guðmann. Guðmann kallar hann reyndar pínu fyrir teginn en Callum rekur tána í hann og boltinn út af vellinum. Hann kemur langt innkast eða hvað? Nei, jú. Hér fer hann í hausinn á Callum og... Elli með... Það er að vinna hennar boltan, nei. Harald í bakkinu. Sín á kongurinn. Með... sendingu fram sem að Rækó tekur. Og okkar menn hefja sókn, Davíð Rúnar fær boltan. Alexander í lappir. Nú þurfum við hreyfingu fram á við, Alexander á Júræ. Júræ á Hallgrím. Hallgrím við dansar aðeins með hann, finnur Archie í lappir, Hrannar vill fá hann alveg yfir.
fær hann og þá er hann með Almar með sér. Þeir eru 2 og 2 þarna. Já. Tilbaka á Guðmann. Guðmann inn í glufun á Ella. Þetta er flott. Já, Elli með Harald í bakkinu, Harald er báðir sterkir. Sýnist Haraldur hafa betur eða hvað. Já. Og jú, Innkast sem K.A. Haraldur hafði betur en Elli en náði ekki að losa hann. Já. Lengri en þangað. Og Archie með Sigurberg í sér og Hrannar. K.A.menn verður að koma boltanum yfir núna. Þetta er þröngt. Alexander er með boltan á Grímsa. Grímsi góður í þessari stöðu. Hann út á Elvar. Elvar og ekki nógu góð sending hjá félagi mínum Elvari Árna. Nei, en þetta er hins vegar upp á við, Andri, eins og við erum búin að segja. Nú er komið korter búið að seinni hálfleik og við bara hreinlega reiknum með að okkar menn fara að klára sér sendingar hvað hverju. Já. Þetta kemur, þetta er fljótt að breytast í fótbolta eins og við veitum. Já. Það er spurning hvort, ef þú fannst ég farin að huga einhverju breytingum, en ég sé kannski engin þreytumerki eins og verið, en það er spurning hvort við þurfum ekki bara... Það er ekki ólíklegt að miðað við Leiknisleikinn að Ásgeir, við fáum að sjá Ásgeir koma inn. Já. Hann átti frábæra innkomu og skoraði mark og var hreinlega óheppinn að skora ekki fleiri. Já. Hér vinnur Tómas boltan af Júra og Callum og Callum með hann áfram. Vel gert hjá strákunum að bakka og vinna hann tilbaka. Var þarna smá misskilningur. Elli tekur skemmtilega á mótunum. Þetta er frábærlega gert hjá Elvari Árna en... fær hann í hnið. Þetta var ekki nógu góð snerting þarna en... Þetta var virkilega skemmtilega tekið á mótunum hjá Ella. Vantaði smá heppni til að koma sér í gegn. Hann náði Ásland þarna, Makka Ásland á hælunum. Þetta myndi á Dotta Makan fyrir rúmum 10 árum síðan. Heldur að Dotti Makan getur þetta sennilega ennþá í dag, ég veit ekki neitt. Já, sammála því. En það er önnur saga og lengri. Jú. Fáum markspyrnu frá Beiti, Callum vinnur þennan, Tómas á ekki mikið sér þennan. Og nú er spurning hvað K.A. gerir. Keflvíkingar eiga Innkast djúpt að eigin vallarhelming og hvort við lyftum ekki liðinu. Já. Keflvíkingar taka sér tíma. Það er ákveðir, nei, Jónas Guðni. Erum við að tala um að það er komin krampi á sinn sín og konginn? Það gæti verið. Það er að koma skipting og mér sýnist þetta að vera Bojan Stefán Lúbicic sem er að koma inn á. Hrikalega snöggur og flottur strákur. Eða hvort þessi litli bróður hans, hann er nú ekki í hóp í dag reyndar, afsakið þetta. En... Sjáum þarna Jónas og Almar kveðjast. Þeir þekkjast vel frá KR-tímanum. Jónas... Það sjáum við Hrannar, hann er rosalega duglegur strákurinn að gefa af sér og tala og hann er duglegur að öskra sína menn áfram. Það er ákveðin stemming í K.A.-liðinu núna og við þurfum bara að virkja hana með okkur en skiptingin er klár út að fá leikmaður með 5 Jónas Guðni Sævarsson og ef að augun svíkja mikið þá er að koma inn á leikmaður númer 8 Bojan Stefán Lúbicic. Það er náttúrulega eldist alltaf með hverju árunni, ég man eftir fyrir 3-4 árum í Pepsi-deildinni. Kom inn á með einu og eina skemmtileg innkomu, uppalinn strákur. Og manns þetta er pappan Sigurólfur. Já, heldur betur Soran. Daniel Lúbicic. Hann þjálfaði náttúrulega Keflavík í hitti fyrra sennilega. Soran var ótrúlega öflugur leikmaður. Já, hann var spilaði lengi vel með Keflavík. Já. Og sjáum við Keflvíkingar taka Innkast, Tómas fær hann en móttaka sveik hann og Júra vinnur hann. En Júra hefur átt svolítið erfitt með að komast inn í leikinn. Það hefði viljað sjá Alexander gefa sig aðeins meira, hann bjóst freka við touchinu en hér koma Keflvíkingar það er Magnús Þórir. Yfir á Bojan. Bojan er snöggur, hann kemur beint út á vinstri kantinn og Magnús Þórir færir sig úr á miðjunni. Þetta er svona taktísk breyting líka við Tóta. Og hér kemur boltinn fyrir, það er Callum mættur og hreinsa frá. Bojan á kassan. Og við erum að lenda í vandræðum, nei. Nú er það Ella elta. Og Elli var að duglegur. Hlöptu nú, drengur. Keflvíkingar gera vel úr þessu. Þetta var Mark Ásland sem að skallaði hann tilbaka. Við sjáum að Keflvíkingar stilla upp í að mínum mati sjáðu núna, ef við horfum á akkurat uppstillingunni hefur núna, þá erum við með Einar Orra aftastan svona við vinna í dirty-workinu sem við höfum 2 í hjá K.A. Og svo erum við með hann núna á miðjunni Magnús Þórir sem er bara svokallið 8. Rétt. Og Sigurberg í 10 og svo er Bojan komin út á kant. Þetta er náttúrulega mjög vel manna lið. Þetta er vel manna lið og þeirra markmið eru sömu og okkar mönnum að fara upp. Þeir eru bara með hörkulið. Heldur betur. Og hér kemur sending frá Einari. Ekkert sérstök þessi. Þessi var gjörsamlega glórulaus. Og þá kemur skipting hjá K.A. og þetta er Ásgeir Sigurgeirsson að koma inn á. Og það er Alexander sem víkur af velli. Alexander er búinn að vera fína leik í dag, búinn að vera duglegur en það verður ekkert komið. Það er ekki komið fram á við. Eins og ég sagði áðan, maður gat eiginlega séð þessa skiptingu fyrir miðað við Leiknisleikinn.
Já, heldur betur og Geiri frískur kemur nýja vítirinn í sóknarleikinn hjá okkur. Já. Á maður búast við að Almar færi sér niður og verði hjá Archie og færi svolítið svipa uppstík og Keflavíkandar í. Almar verði í baráttunni við Magnús Þór á miðjunni og Ásgeir kemur, hann kemur nú sennilega hægri kant til að byrja með en þeir eru duglegir að skipta eins og við komum inn á í fyrri hálfleik. Duglegir að rótera frammi. Það er rétt. Og nú þurfum við að ná góðu tempói. Ásgeir er duglegur og hann er fljótur og nú þurfum við að fá ennþá meira tempó fram við. Já, Elli snýr, Akka Ásland vill brjóta á honum, Elli kemst í gegn, kemur fyrir markið og þetta er... Þetta er rétt fram hjá markinu. Þetta slapp Keflavík með skrekkin, þetta síndist við að Magnús Þórir sem að skallaði boltan nánast í eigin net. Þetta fór bara í hliðanettir við samskeytin og K-menn eiga bíðum aðeins með endursýninguna því að K eru klárir að taka hotspyrnuna. Spurning hvort taka hana stutt, Grímsi kemur til Júrai en ég held hann ætlar að setja hann lúðra sig inn í. Já, hann er með vindinu með sér, skrúar þetta inn í. Davíð kemur í hlaupi á nær. Flott hotspyrna. Og Almar með tíma. Almar gerir vel. Þarna kom skot. Þeir hendur sér fyrir þetta tveir Keflvíkingar. Gerðu vel úr þessu og nú var K að skilja sér tilbaka. Nú geta þeir sótt hratt. Haraldur hérna kominn á ókunnulega slóðir og Grímsi brýtur á honum og aukaspyrna dæmt. Já, flautaði hann? Jó, línuvörðurinn flaggaði og dómarinn flautaði aukaspyrnu og sennilega réttur dómur. Ég sá ekki að virtist þarna vera eitthvað touch þegar fóru niður. Eins og ég segi með skiptinguna, ég held að Ásgeir, mér líst vel á þetta, ég held að Ásgeir eftir að koma flottur inn. Já. Hrifinn af þessu strák, hann er ósérhlífinn og duglegur strákur. En nú aftur sérðu Sigurúli eftir að, ég ætla ekki að gera kannski lítið úr þessum meðslum ef þetta er eitthvað en Keflvíkingar taka sér góðan tíma í allt svona. Já, þetta er bara... Þeir eru að halda tempónu niðri. Eins og við höfum sagt á það, þetta er svona það sem við myndum vilja sjá okkar menn gera ef við værum yfir en þetta er það sem við hötum að sjá þegar við erum undir. Já. Þetta er taktík. Já, menn eru duglegir að sækja sér vasser út til hliðalínu. Spurning hvort að Jónas Gunni hafi einfaldlega verið tekinn út til að fara að hrista shake handa liðinu. Það er ekki ólíklegt. En stuðningsmenn Káa klappa Haraldi lofi lófa. Já. Og nú er nú búinn að flauta, það gerist ekkert. Nei, sjáum að það er nóg að gera hjá Fal Helga Daðarsinni sjúkraþjálfara Keflvíkinga. Já, hér kemur langa bolti fram. Og Guðmann, hann er... Þetta er aukaspyrna en Halló, Guðmundur Atli klifraðir heila... Og Sigurbergur er komin í ákjósanlega stöðu. Hann ætlar að skjóta. Davíð gerir mjög vel, frábær varnarleikur hjá Davíð en einfaldlega skil ég ekki að Helgi hafi ekki blásið í flautuna. Þetta var óskiljanlegt hjá annars mjög efnilegum dómara leiksins. Já, hérna er Ásgeir tæklaður og hérna fáum við aukaspyrnu, það er eins og segi hitt í þessu. Já. Hrannar lætur Helga heyra það. Á Húsvísku sið. Hér kemur alveg með flotta skiptingu yfir til Júrai. Júrai kemur, tekur vel á mótunum 1 á 1. Og Júri smá plás. Hér er Frans að fá guldspjald, glórulaus tækling. Já, þetta er guldspjald. Guldspjald á Frans Elvarsson. Já. Og við erum að fá ákjósanlega stöðu hérna. Guðmann væntanlega vill jafna fyrir þetta skallæmi sem hann tappaði á hann og setja bara þennan í netið, Andri. Sammála því. Spurning hvernig útfærir þetta, Hallgrímur með sína hægri löpp. Nú er gott að hafa Atla Svein Þórarinsson í liðinu. Heldur betur Atli Svein. Ótrúlegur skallæmaður Sigurli. Já, alveg fáránlegur. Var á þessum momentum vissi maður að bolti myndi enda á haustum á Atla Svein. En nú er það Grímsi sem ætlar að skrúa hann yfirir. Og okkar menn eru líklegir. Fín staða. Og hér kemur spyrnan frá Grímsab. Kemur spyrnan, okkar menn að tánum, bolti kemur inn í en Keflvíkingar ná að skalla þessu frá. Kemur, þetta er rángstað. Þetta er rángstað, klaufalega gert. Já, þetta er alltaf jafn klaufalegt að fá sér rángstuð fyrstu leikatriðum en ég ætla að nýta tækifærið að Keflvíkingar þekkti fyrir að taka sér góðan tíma í fyrstu leikatrið og renni við stöðun í öðrum leikjum. En fyrir austan Fjarðabyggð HK er staðan 3-4 eftir 67 mínútur. Já, markaleikur. Marka veisla í Fjarðabyggðhöllinni. Haukar eru 3-0 yfir Huginn frá Seyðisfirði á Ásvöllum. Káa Keflavík 0-1. Fram er 1-0 yfir leikni Fáskrúðsfirði á heimavelli. Og svo er Selfoss Þór kl. 4 fyrir sunnan í dag. Og svo náttúrulega kemst maður ekki hjá því að minnast á okkar nágranna lið en Magni er að tappa 2-0 fyrir Gróttu upp á Káavelli. IR er að vinna KF fyrir sunnan 3-1 og Dalvík gæti verið að ná sér fyrstu stígu. Þeir eru að gera jafntefli við KFR, Rangeyinga á Dalvíkurvelli. Og staðan er þar 1-1. Og svo er gaman að minnast á það að kvennalið Hamrana sigraði Sindra 1-0 í Boganum í morgun.
Já. Og Bryndís Hulda Ríkarsdóttir skoraði mark okkar stelpna í Hömrunum. Já, og Björk Nóadóttir að spila væntanlega. Já, hún fær hérna heiðurskiptingu á 77. mínútu. En Guðmann í baráttunni og Almar þegar það Júra í nánum niður, finnur Hallgrím í lappir, Hallgrím þarf að setja. Er væntanlega hendi eða hvað? Nei, veifar Helgi, engin hendi. Engin hendi. Ásgeir í baráttunni, hann er öskufljótur. Já, þetta er góð staða fyrir Ásgeir. Hann er hættulegur í þessari stöðu. Heldur Sjá hvað hann gerir. Tekur hann vel á. Hann kemur hann með niður og þetta er dauðafæri. Elvar aðeins og seitt til að ná til boltans. Rétt missir á honum og Tómas kemur á harðaspretti. Hún þarf að káma að spila sér aftur. Almar kemur í pressuna. Tómas setur hann inn á Sigurberg en Davíð gerir vel og kemur hann hreinlega út af. Lítið að næstu en Davíð. Þetta var skemmtilega gert hjá Geira. Já, sjáum að hann er hættulegur hann Ásgeir. Sér það Sigurlið, hann haltar hann Ásgeir. Hann er, skilst að hann sé búinn að vera að spila meiddur. Já, hann er slæmur í hnénu kallinn. Hann sleip krossband fyrir einhverju rúmu árið síðan og var nú nokkurn veginn búinn að ná sér en hefur verið að glíma einhver smá sinavandamál á þess að ég þekki nákvæmlega sjálfur hvernig það er. Já. Við langt engast frá Callum. Einar Orri vinnur Hallgrím í skallaæfinu, Archie með boltan á miðunni, vill finna Hrannar eða Ásgeir. Slök sending frá Archie og hann setur Bojan í gegn, Bojan ekki að Guðmann er Hrannar kemur í hjálpina. Guðmann er hörku vardamaður en boltinn dettur fyrir Bojan, Magnús Þórir yfir á unga strákina Rækó. Hér er Rækó frábælega. Og Davíð skallar í hotspilnu, frábælega vel varið hjá Rækó. Þetta var stór hættulegt Siguróli. Archie, við sjáum þetta byrjar að slaka sending út úr vörðinni á Káa. Já, þetta voru einfallega hefnir og gott að Rækó var vel að verði. Ungi strákurinn liggur og kom með krampa, hann er búinn að vera duglegur, búinn að hlaupa gríðarlega mikið. Nú er spurning hvort að Toddi skipta hún hreinlega út af. En við skulum allavega reikna með því að hér færi góð 1,5 mínúta í að teygja á gæjanum. Já. Þetta höfum við séð áður hjá. Já, hann er að teygja á báðum í einu með þessa. Já. Ég er ekki frá því, Andri, að þessi stelling hafi jafnvel sést í Karma Sutra bókinni einhvern tímann. Já, jú. Var ekki Karl Grönvold með þetta líka í Tantara-þáttunum hérna Skjá 1, 2002? Það er spurning. En Keflvíkingar eiga hotspinnu, síðan tölfræðin á skjánum. Hér kemur hotspinnan, Bojan tekur hana. Já, nú þurfa okkar menn að vera á dánum, burt með boltan. Kemur á nærstöngina, Einar Orri, þetta er Sigurbergur. Út á unga strákinn sem að skítur honum, Rækó grípur. Rækó vel að verði. Menn er að safna svo til tölfræðinni greinilega, en nú sjáum við unga strákinn halda þetta tilbaka. Já, hann er með krampa í Júra er hreinlega bara, við þurfum bara að fara á hann. Já. Hann getur ekki hlaupið, segir Tómas. Nei. Við heyrum hann kalla það hérna til okkar. Hann reynir. Hann reynir og sjáum að Toddi fyrir strax við og hann er komið með Daniel Gylfason klár sýnist mér. Hann er þekkjasta hortískunni. Já, hann er með svakalegt hár, þessi gæði. Og hann leggst niður, þetta er ákveðið fair play hjá Káa, þetta er virkilega vel gert en Andri, hvað finnst þér? Mér finnst alltaf erfitt að Já. Þetta er fallega gert hjá Kámunum. Já, þetta er minna, ef við setjum okkur í þessa stöðu sjálfur þá myndum við vilja fá boltann og spyrnt út af en það er bara hannig, sjáum að Tómas, hann íti sér út af, hann er gjörsamlega búið með allan hann er svona svolítið eins og Lieutenant Dan í Forrest Gump þegar hann bara missa báða lappirnar. Það er eitthvað hárrétt hjá Siguróli. En vonum að sé í lagi með strákinn, þetta sé kannski bara álag. Og enn og aftur erum við að sjá Fal Helga Daðason, það er nóg að gera hjá honum. Heldur betur, hann tegir vel á. Og það er Daniel Gylfason sem kemur inn á í hans stað. Daniel sá hann líka hérna þegar ég bjóð að Keflavík, hann var að setja sína. Hann er með skemmtilegan snúð í hárinu. Já. Og hann tekur innkastið og það er spurning hvort að Guðmundur kingsa nokkuð, við vonum ekki. Það kom, Callum kom í pressu. Já. Það voru 4 metrar í hann. En hér kemur boltinn út til vinstri, Daniel ferska fætt, Daniel eitur fljótur strákur. Já, hann er ösku fljótur. Þetta er léleg sending. Já. Ekki nógu vel gert hjá Davíð. Það eru konar strákar 73 mínútur á klukkuna. Og við höfum ennþá eftir að keyra eina mark í gangandri. Já, og sigurlega ég segi eins og veru, þetta gaf góð fyrirreit fyrstu 20 mínútur í seinni hálfleik þar að segja svona tempólega séð, en samt sem áður höfum við ekki ennþá fengið neitt opið færi. Hérna kemur boltinn út til Hrannars. Guðmundur Atli með slaka sendingu og hérna fær Ásgeir tíma. Ásgeir, Einar Orri gerir vel. Og Archie með skiptingu yfir til Júra, skiptingin ekki góð, Archie hefur átt pínu erfitt uppdráttar í dag, sendingarlega séð. En hér kemur Júra, hann er ennþá kraftur í Júra.
Og finnur Hallgrím í lappir, Já. Hallgrímur og Júra. Júra á Almar eða Og þurfa að vinna hvað? þennan. Almar á undan. Já, Callum. Almar. Hallgrímur. Við erum margir hérna. En aftur sjáum við- Tjekkar inn, boltinn inn á tegin, þetta er beint á beiti. Já, þetta gengur brösulega okkar mönnum að skapa sér opið færi, en Keflvíkingar eru líka mjög þétti fyrir. Já. Þeir Erum við vita það að staðan er góð fyrir þá og þeir spila eftir því. Það er bara svoleiðis. Og Tómas er farin að geta að labba, sjáum það. Og hér kemur boltinn yfir á Daniel, finnum Magnús Þór í lappirna, við erum pínu á eftir. Callum Og í þetta er- kapplaupi, hefur betur. Já, vel gert, Hvað Callum. gerir gegn Daniel. Daniel er með ferska lappir og þennan bolta eiga K.A.menn, markspyrna frá marki K.A. Já, Það er vel að- gert hjá Callum. það er að bæta í skotastúkun, Andri, það er gaman að því, þeir eru konar Já. einhverjum 6 bílar núna. Þetta hefur maður oft séð í seinni hálfleik. Já, þrátt fyrir að sé frítt inn eftir hálfleik Já, þetta er áhugavert. í þessu góða veðri. Eitthvað segir mér að það séu nokkrir úr 603 sem eru þarna í þessum bílum. Gæti verið. Hér kemur langur bolti fram, hennar skallar Magga Ásland í burtu á Daniel. Daniel finnur Einar Orri í lappi sem að hreinlega bara skýtur honum fram, eða ekki kannski mikið plan á hvað þetta. Guðmann aftur á Rækó. Já, Rækó vel á verði, Callum. Það er svona, sjáum að K.A.menn svona pínufættir að þreytast. já, vantar aðeins meiri kraft fram á við, eins og ég segi. Bolti frá Davíð inn á Júra, Þetta er frábær sending. bolti hjá Davíð. Hann voru að ná þessu. Já, ok, Júra gerir það eina rétta í stöðunni. Já, fyrst hann var ekki að ná, og nú settur hann í innkast. Já, Og nú geta K.A.menn lyft liðinu. og heyrist vel í sjötturunum. Já, eru að taka við sér, en það veitir strákanum mikið stuðningi. Nú þurfa að vera 12 maðurinn. Sigurðarli heldur við fáum aðra skiptingu á K.A. fljótlega. Já, það kemur ekkert óvart að Baldvin Ólafsson kemi inn á í annarkvöld bakvörðum. Ég sýnst Callum svona þreytumerki á Callum. Já, Það er spurningu Ívar Örn er náttúrulega vinstri bakvörður líka. já, En svo eigum við á bekknum svona fram á við Pétur Heiðar, Halldór Hermann og Ólafur Aron geta allir svona. ég ætla að tippa á að Pétur Heiðar kom inn. Já, mér sýnist hann vera jafnvel að gera sér kláran Andri hann hinum meginn. Já, Kallaða gullfóturinn Pétur Heiðar. hann er ótrúlega góður í fótbolta, Petti. Já, hann er hrikalega naskur og hérna, sáum hann kom inn á móti Leikni og bjóð til mjög gott færi. Það var hluttak mjög góðu færi hjá liðinu þegar maður Já, Ásgeir setti í, þeir verið aftur á línu. hann er klókur spilari, kann leikinn. En Sigurðarli, þetta er ennþá bara að sjá okkur og sko, það er kannski að hrósa Keflvíkingum fyrir það að þeir eru að spila eiginlega bara vel úr þessari stöðu. Gefa fá færi á sér. Skemmtilegur hreimur hjá Magga Ásland hérna. Já, Ástralsku sennilega skoskur jafnvel. já, Nafni gefið það líka í afbindingina, en Callum í enninu kapplöfnum Daniel hefur betur en setur hann í hotspinnu og þá geta Keflvíkingar sett stórumennina á teig. Ég trúi nú ekki á hann að Haraldur skokki fram, eða hvað? já, Ef að Haraldur fer ekki fram að þá eru þeir hreinlega búin að leggja rútunni. Já, Halli fer ekki fram. Halli fer ekki fram. Þetta er, Hann fer á spjalla við Totta kallinn. já, en mér sýnist við að koma tvöfald skipti í K.A. Ólafur Aron og Pétur Heiðar. Ok, áhugavert. Spurning hverju fara út af. Já, mjög áhugavert. Eftirminnilega, kannski ekki sælla minninga, þá var Totti að stýra HK í fyrra þegar við spilum við á Kórnum og Þorvaldur gerði tvöfalda skiptingu seint í leiknum sem að K.A.menn brugðust ekki nægilega vel við, en við vorum yfir 2-1 og töpuðu leiknum 3-2. Já, það var alveg hreint skelfilegt. Þannig að spurning hvort að Túfa sé að leika sama leik, hægt að gera tvöfalda skiptingu hérna 1-0 undir Já, og vinna leikinn, sækja Já. til sigurs, en þetta er okkar heimavöllur og K.A. ekki búið að tapa ennþá og ekki búið að tapa stig á heimavöll ennþá í deildinni. Já, nú erum við... Hallgrímur missir hann og Ok. það gerir sömuleiðis Magnús Þórir. Túfa er fljótur að koma boltanum í leik. Nú vill hann, þetta er bara skýr skilabóð á þjálfarinn, hann vill að við sækjum hratt. Hallgrímur hefur verið að fá lítið, Guðmundur Atli færa hann, nær ekki að taka á nógu vel Þetta er stjórn á brot. hann, Atli lítur að fá aukaspyrnu eða hvað, Já. Nú kemur væntanlega skiptingin, jú, Spurning hverju fara út af. Já, Þetta er áhugavert að það sjá. er spurning hvort við fáum Ég gæti trú að við séum að fara að skipta hreinlega... Archie eða hvað, Ég ætla að tippa að við tökum bara hreinlega varnamann út af. já, Og Pétur getur komið inn á í nánast hvaða stöðu sem er. já, Hann er upphaflega vinstri kantmaður, Já, en hefur Túfaði verið að nota hann í miðverði og fremstan á miðunni, sem og jafnvel djúpara miðunni, var hann hjá Dalvík svolítið í fyrra. já, segir margt um hversu góður fótboltamaður Petti er. Já, Hann getur... Leikst margar stöður. Já, alveg ótrúlega fjölhæfur leikmaður. Já, hér kemur sendingin, hún er ekki alveg nógu góð frá Callum, Elvar í baráttunni, það er sendið baka, nú þurfum við að pressa á markmanninn, Já, beitir spyrnir honum fram og hér þurfum við að vinna boltan. Það er Davíð, hann tappar ekki þessum skalla bolta,
Og hann dæmir á Davíð. Og Almar Ormars ekki ánægður með þetta. Nei. En Siguróli, nú erum við að fá að sjá skiptingu. Já. Og þetta nú við. Almar lætur dómarinn heyra það. Já. Það skilar sér Herri, það leikmaður númer 5 hjá K.A. sem að fara leikvelli. Já. Það Guðmann Þórisson. Þetta kemur í raun og veru svolítið óvart. Já. Ég hef ekki tippað á þessa skiptingu en ok. Þetta skýr skilaboð, miðvörður út. Og Ólafur Aron inn. Ólafur Það Aron. spurði hvort að Archie sé að detta niður í miðvörðin. Svona í bakkup allavega. Já. Vonum að Guðmann sé ekki eitthvað meiddur. En Ólafur Aron er ótrúlega spyrnugóður leikmaður. Já, með mjög góðan fót. Petti kominn aftur í bólinn á hliðarlínunni. Heldur sér heitur samt á línunni, hann er ekkert farinn. Já. Hér kemur boltinn gengur. 10 mínútur eftir, nú verður við eiginlega að fara á mark. Það er ljótt að segja það, Andri Snær Stefánsson. Það er ekkert í stöðunum við séum að fara að skora. Nei, það verður að segja eins og er að Keflvíkingar eru helviti þéttir fyrir og okkar menn ekki líklegir. Nei. En þetta er fljótt að breytast, það veitum við og við erum með fullt af flottum strákum sem að geta skorað Ásgeir á mörk. Hrannar. Sjáum við fína sókn. Einar Orri sparkar honum út af og brjálaði við Hrannar. Og Hrannar hann svarar bara fullum hálsi. Hrannar lætur engan valt yfir sig. Nei. Ekki einn einasta mann. Almar tekur langt innkast, þetta er skemmtilegt. Langt innkast frá Almari, hann var í handboltanum lengi vel. Já, Almar í baráttun og vinnur innkast. Nú þarf Hrannar. Mark Káman gegn Leikni komið mitt eftir innkast á nákvæmlega sama stað sem Hrannar grýtt inn og upp var klass í teignum. Og Hrannar er mjög góður í innkastum. Já. Svo langt sem það nær. Ég er sammála því. Og hér kemur væntanlega nú er ég Bjarnsitt Sigurróli. Hausinn á Ella sem flikkar honum. Og ná sér lengra inn í teginn. Davíð í baráttunni. Nú þarf Helgi að passa sig að blása ekki mikið í flautur í þessu skallaboltum. Hann er búinn að vera mjög glaður að blása í flautur í þessu skallaboltum í leiknum. Já. En hér kemur annað innkast. Hrannar með það aftur á bróður sinn. Og Einar Orri hendi sér í þetta. Flautar ekki á þetta og hérna brýtur Hrannar á Bojan. Það auka spyrnu. Káa með fattir að pirra sig á dómara leiksins. Já, við verðum að halda áfram. Það er ennþá tími. Það er ennþá tími, Andri Snær, það er hárrétt hjá þér. Við þurfum að halda haus og við þurfum að, eins og segi, bara að halda áfram. Þetta er fljótt að gerast. Nú er Petti komin úr bólnum aftur, ég býst við skiptingunni næst. Og hér kemur boltinn, Hrannar lætur hann fara út af. Vel gert. Já. Þú vill ekki taka skiptingunni núna. Nei. Hér kemur pressan á Davíð, Daniel pressa, Daniel með ferska fætur. En spurning hvort það sé ekki bara heimskulegt í þessari stöðu að vera hlaup út úr stöðu til að pressa. Sigurbergur allavega með enn eitt sprettinn. Sigurbergur búinn að vinna vel fyrir Keflvíkinga í dag. Já, heldur betur búinn að vinna fyrir kaupinu sínu. Já. En Almar með slakarsendingu, Davíð. Það sleppur. Já, og Júræ upp á Callum. Callum reynir að finna einhvern veginn á miðjunni. Það er bara Einar Orri, eins og oft áður. Já, hann er sterkur þarna á miðjunni. Mark Ásland með langa bolta fram sem enginn nennir að elta nema Davíð Rúnar Bjarnason. Enda innkastið okkar. Sér núna Sigurróli og horfir yfir völlinn hvernig Keflvíkingar eru að spila þetta. Þeir eru búin að þétta sig helviti mikið. Já, eru konum með sjá Magnús Þóru og Einar Orra tilbaka. Eðlilega. Svo vilja maskínur, þeir láta alla bolta sér varða. Já. Hér sjá Ásgeir. Archie eins og sér komin í vörðina, sendir hana yfir á Callum. Callum tekur vel á mótunum. En Daniel er klókur, Callum tæklar, vel gert. Og Daniel brýtur á Júræ. Nei, hann dæmir ekkert á þetta. Ég skil ekki þetta. Ólafur Aron lætur finna fyrir sér. Og fær vantanlega spjald fyrir eða hvað, já. Þetta var pirringsbrot. Já. Svona kontakt, þetta sýnir ákveðin karakter og allt í lagi að taka spjaldið þarna. En það vantar bara meira í þetta hjá Káa-liðinu núna. Ég er sammála þér, það vantar fleiri til að koma með. Meiri kraft og nú sjáum við að Júræ er að hlaupa út af. Og Pétur Heiðar að koma inn á. Kemur hvort að Petti sé að koma inn á í tíuna, Gríms út á vinstri, Ásgeir hægra megin eða hvernig, eða hvort að Petti komir hinnlega bara yfir á vinstri kantin. Hann er ekki að spila mikið vinstri kant fyrir Káa. Nei. En hann stoppar þetta miðri miðinu, Hallgrímur komin út vinstra megin, Ásgeir hægra megin. En ég er glaður að sjá þetta, ég er hrifinn af Petta og ég er sannfærður að hann kom með góðan kraft í þetta. Sammála því. Hér kemur boltinn Davíð, nú verður strákarnir að passa sig, Hrannar í baráttunni. Þetta var Sigurbergur nálægt í, en markið kom ekki. Nei, þetta var held ég ekkert mikil hætta. En Sigurður, nú er það bara ekki, sko. Já, ég er sammála því. 6 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Já, ég trú ekki að eina sem ég ætla að fá út fyrir þessum leik er smá lítur á vinstri löpina sem stendur á móti sólinni. Já,
Ég er sammálaður. En Elvar í baráttunni, Elvar á nóg eftir. Endalaus sem drengurinn getur hlaupið. Hrannar lætur Bojan ekki plata sig. Hrannar búinn að vera góður í leiknum í dag. Já, og þetta er vel gert hjá honum, Finnur Ólafur Óla. Aron. Þetta er Grímsi. Grímsi með mann í sig, fær væntanlega aukaspyrnuna, nei. Áfram með leikinn, Callum. Ólafur Aron, inn á Og Callum. þetta er vel spilað, eða hvað, aðeins að fastubolti. Aron býður sig. Kemur með fyrirgjöfina. Þetta er hættulegu bolti, lúmskubolti. Þurfa að setja á hann. Þetta verður Davíð að vinna. Davíð gerir vel heldur honum og Aron bjargar. Archie, skemmtilega gert. Og Hallgrímur með tíma. Flottur Grímsi. Og yfir á Petta, Petti tekur vel á móti boltanum. Petti fyrirgjafa stöðu. Þetta lítur ágætlega út en Fyrirgjöfin Haraldur er sterkur. Glórulaust að hreina þetta út úr tegnum. Káamenn inni, alveg nú ætlum við að skot. Ói, því miður. Kom skoti frá Petta í varnarmann. Keflingar að koma sér frá. Og Hrannar lætur Bojan ekki plata sig frekar en fyrir daginn. Nei, Bojan í boltanum aftur. Nú sækja Keflingar hratt, þeir eru væntanlega að vilja ekkert flautar Helgi, Totti gjössanlega sturlast á liðalínunni. Guðmundur Magnússon vildi fá aukaspyrnu þarna. Skiljanlega kannski, Ólafur Aron á gulu spjaldi. Já, Ólafur Aron er búinn að koma gríðarlega harður inn, ákveðinn í að standa sig. Þetta niður, Callum út í Daniel. Daniel með snúðurinn. Hér vantar alla hjálp. Danni skýtur yfir, Daniel Gylfason. Daniel, já. Hann er mjög ábyrgðandi að velli með hennar snúð, Siguróli. Heldur betur. Ég held að snúðandi var ekki lengur í tísku, ég klippti minn fyrir alllöngu síðan. Já, þetta er svona 2009? Já, það ekki. 10. 2010, já, getur það því. En Rajkovic með spyrnuna fram, þar er Elvar í baráttunni við Einar Orra. Þarna er hreinlega bara Elvar notaði sem stíi, en ekkert flautað. Hann er farin að flauta aðeins minna í flautuna, hann Helgi. Já, hér kemur boltinn inn á Hallgrím. Hallgrím er í baráttunni við Frans Elvarsson, reynslu mikill Frans. Uppalinn Keflingur. Þetta er vel gert hjá Grímsa og hann sækir aukaspyrnu upp. Vel gert hjá Grímsa, það var þetta ekki rétt að Frans var uppalinn Keflingur. Hann kemur uppalega frá austan Sindra. Spilaði með Njarðvík nokkuð tímabil og feðri sér svo yfir í Keflavík og hefur verið þar undanfarinn 5-6 tímabil eitthvað svoleiðis. Já. En hér er káamenn tækifæri, 86 og 20 á klukkunni. Já, nú viljum við sjá okkar menn stanga þetta. Ólafur Aron býður lúrir. Já, hann er allir inn í bóksun annars nema Hrannar Björn sem er settur í að dekka svæðið hérna aftast. Grímsi með boltan fyrir, sjáum hvað gerist. Þetta er bara á markið og Beitir slæðir þetta yfir. Hann slæðir þetta yfir. Þetta var ekki svo sem að þessari tilraun. Ekki galin hugmynd. Nei, alls ekki. En klukkan líður og það eru rúmar 3 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Kemur hvað, skipting eða hvað hjá Keflavík? Keflingar eru eitthvað. Það er eitthvað liggur hlýtur að vera eða eitthvað. Nú við sýnist bara Falur kallinn. Já. Falur Helgi enn og aftur að koma inn á. Blússandi yfirvinna hjá Fal í dag. Já, það er nokkuð ljóst. Og Keflingar það gera skiptingu í leiðinni. Ég held að dómarinn sé nú með allt á hreinu. Þetta ætti að vera uppbóta tímum på 4-5 mínútur lítur að vera. Já. Haraldur fyrirliði. Nú þarf hann að víkja velli í horninu. Já, þetta getur verið gott fyrir okkar menn. Hann tekur mikið til sín, er góður í loftinu og er ofta skallandi í burtu þessi hornspyrnur og nú er það Pétur sem lúrir. Aron er með Grímsa kláran hérna við hornfánan. Já. Og þeir leyfa skiptinguna. Þetta er áhugavert. Þetta er mjög áhugavert og ekki er hann að flýta sér hann Haraldur. Nei, þetta er eiginlega. Og sjöttarðir láta hann heyra það. Já. Já. En hann joggar hérna síðustu 3 metrana. Nú er þekking mín á Keflavíkurliðinu, ég sé ekki hver þetta er að koma inn á. Mér sýnist að vera hann Anton Freyr Hauksson. Leikmaður númer 2, já. Anton Freyr Hauksson. Munum eftir öðrum Hauksinni, spilaði lengi með Keflavík, Eysteinn Hauksson. Já, heldur betur, en hér kemur hornspyrnan frá Káa. Og hér kemur hún. Hún er á næst svæðið og hvað gerist? Og nú er dauðafæri á Petta. Petti með skotið, það er yfir. Rétt yfir markið. Fínt færi. Mikið rosalega hefur verið gott að fá þennan inn Siguróli. Og hvað hefur verið fallegt að hann sungið í nettunni þessi? Já, en hann fór ekki í markið og okkar menn var að halda áfram að berjast til að fá markið. Já, gamla góða berjast. Það er rétt, við viljum fara á græna hattinn á Sóldögg með 3 stig. Með 3 stig. Allavega stig. Allavega stig.
3 stig er kannski heimti frekjur þessu. Þetta Pétur Heiðar er sloppinn í gegn. Frábær touch á honum. Og Herru, ég hljóta á vítaspyrnu. Þetta er vítaspyrna. Gullfóturinn er að sækja gert. Heddi. Gullfóturinn sótti Ástu snertinguna, hvernig kom þér yfir? Ég hreinlega, Svonararsin er að boltasækjir, hvað ég veit ekki alveg hvað boltasækjirinn er að gera núna. Og nú taka Sjöttararnir við sér, er ánægður með þetta og Elvar Árni Aðalsteinsson tekur boltan. Hann ætlar að spyrna þessu fyrir okkur KM-menn. Frábærlega gert hjá Pedda. Já, Peddi eins og við komum inn og hann er ótrúlega góður í fótbolta. Hann er ekkert smá góður í fótbolta, þetta er mjög vel gert. Hann er klókur, en nú einfallega verðum við að klára þetta með marki. Já, nú þurfum við að klára þetta með marki við... Elvar Árni. Klukkan slær hérna 89:36. Dómarinn vill hafa allt rétt, enginn inn fyrir D-bóðan. Já, Helgi er að benda þeim á að halda sér út, en Elvar Árni er tilbúinn. Móti beiti, hvað gerir Elvar? Og hann skorar! Frábært! Glæsilegt! Frábært að skora þarna. Frábærlega gert og klukkan sýnir 90 mínútur. Já, og við sjáum þetta endursýnt núna, vítið Elvar Árni hvergi banginn. Þetta var einfallega bara örugg vítaspyrna og hann sendi Beitir í kolvillust horn. Beiti fór í lautafell til hægri. Smyrar hann hérna í hornið. Þetta er óverandi, nú vilja KM meira ef við þekki á rétt. Elvar Árni með sitt 3. mark í sumar. Daniel Gylfason, missir boltan, Hallgrímur, Pétur Duglegur. Já. Anton hreinsar fram, Davíð skallaði við Sigurberg, nú þarf Callum að passa sig. Nú taka Sjöttararnir við sér, maður finnur fyrir aukinni orku hjá KM-önum. Callum fekk tæklingu og nú er það Keflvíkingar horn. Keflvíkingar vinna hornspyrnu. Ekki akkurat sem við vildum að Keflvíkingar færu að sækja eitthvað hérna. Nei, en Sigur Óli minn, hvað ætli sé bætt mörgum mínútum við? Ég myndi tippa á 4. Já. Jafnvel hátt í 5, 3 við skandar. Það er búið að vera talsvert að vera hjá honum Fal, sjúkraþjálfara. Hornspyrna frá Ljubicic. Ég gæti trú að þetta væri allan á 4 mínútur, já. Ásgeir skallar frá í innkast og Ljubicic sækir boltan sjálfur. Anton, svona fallega rautt hár. Já, númer 2 eins og fleiri góðir. Já, hann ætlar að grýta boltanum inn sem hann gerir. Davíð baráttunum Sigurberg. Sigurbergur er mjög eljusamur, ósér hlífinn Sigurbergur. Boltinn inn fyrir Rækó mætir. Á tánum, mjög gott og nú þurfum við bara einfallega að keyra á. Kemur boltinn út af Pedda. Peddi fær að koma flottur inn. Frans í pressuna. Já, Peddi áfram. Peddi fekk högg hérna á andlitið sem Já, hann hélt að boltinn væri fyrir út af. Já, en hér er Ásgeir að vinna. Og Bojan. Keflvíkingar. Geiri Duglegur, Keflvíkingar halda boltanum, missa, nei. Þeir spila boltanum vel sín á milli. Ólafur Aron með touchi þarna. Davíð. Ói, hérna missir á honum. Þetta er hættulegt. Archie með frábæra tæklingu. Virkilega velgerð og Totti er alveg brjálaður. Hann reytir, hefði hann hár þá myndi hann reyta það, Andri Snær. En þetta var engin vítaspyrna, þetta var einfallega bara vel varist. Já. Og þetta var ekki Guðmundur Magnússon sýndist mér sem hann var hérna komin í bara óvænt gott færi. Sýnist að Bojan tekur hornspyrnuna, liggur svolítið á KM-unum núna. Keflvíkingar har alltaf ekki, Pétur skallar frá, út á Bojan aftur, Hallgrímur í pressuna. Bojan hefur ekki miklu að móða þarna, 1 á móti 2, gerir hins vegar mjög vel. Kemur boltanum fyrir og það er Almar sem hreinsar í horn, það liggur djöfull á KM. Mér líður illa með þetta, Andri. Já, ég líður allt í lagi með þetta, Siguróli. Ég er bara að bíða eftir að náum boltanum og getum sótt hratt. Ég vil vinna þennan leik, Siguróli. Hér kemur hornspyrnan, 3. í röð. Einar Orri með skallan og Rækó grípur og leggst niður með hann. Ég vil bara einfallega fá boltan í leik. Já. Keyrum á það. Hann hefur kostað töluverða orku hjá KM að jafna þetta. Já. Það er spurning hvað við eigum mikið eftir. Við eigum nóg eftir. Við ætlum að fara á Sóldök í kvöld með 3 stig. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Við kemur spyrnan frá Rækó langt fram völlin. Hann er Elvar í baráttunum. Djúvill er þetta langt maður. Hallgrímur tekur hann niður. Já. Hallgrímur með Hrannar bróður sinn utan á hlaupinu. Nýtir hann ekki. Sendingin ekki góð. Ekki góð og Beitir hins vegar snöggur að koma fram og nú koma þær Anton og nú vilja bæði lið vilja 3 stigin. Það er nokkuð ljóst. Mikið tempó í leiknum núna. Callum gerir vel. Callum gerir misskilningur og ekkert verður á þessu. Beitir með boltan og Magnús Þór hér Daniel Heyra. En Keflvíkingar sitja með 4 frammi núna. Já, og Beitir gefur sér góðan tíma. Já, nú spurning hvort að flauti komin okkur, það eru komnar 3,5 fram yfir. Elvar, sóluna truflað, Petti gerir vel, Ásgeir í hlaupið. Hann er komin í gegn! Ó, hann verður þetta! Þetta er dauðafæri!
Þarna hefði Ásgeir getað komið okkur yfir. Bær sending hjá Petta, enn og aftur inn á Ásgeir sem gerði mjög vel. Þetta var þvílíkt vel gert, Ásgeir rétt náði bara til boltans. Já, hann bara einfallega tæklaði hann áfram. Já. Beint í lappirnar á beiti. Þetta var dauðafæri, Andri. Þetta var einfallega dauðafæri, Óli minn. Fórum með hrollur. Það hefði getað komið þarna, en þá kemur það bara núna, Sigur Óli. Nú kemur langt innkast og við verum að ná þessu áfram, Davíð. Blikkar honum inn að Petta sem að fær í bakið. Sigurbergur lúðrar þessu. Túfa grípur á hann hliðalínunni, nú væntanlega, Andri, nú býst ég bara við flautuna, það er konar 4:20 fram með þér. Hann setur munnin, flautunni í munnin fyrir geðu og ekkert verður úr þessu. Nú er þetta sennilega að klára, Sigur Óli. Ég hefði Ásgeir skorað þarna, Andri, þá hefði ég klárlega fundið innri frið. Flæða líka, mann. Ég er svo sammálaður. Það munaði litlu. Já. Gríðarlega litlu. En hér kemur væntanlega flauti eða hvað. Hann er ekki með flautin í munninum. Nei. Almar í baráttunni, vinnur Magnús Þóri, Hallgrímur. Kannski fá eitt séns ég búið að sjá hann til. Hann er ekki að gera sér líklegan að flauta. Nei, Bojan með hann, ætlar að sækja á Hrannar, hefur ekki gengið vel hjá Bojan að fara fram með Hrannari í dag. Ólafur Aron. Og aukaspyrna sem Keflvíkingar eiga. Já, það gæti verið síðasti séns til að skora í þessum leik. Og það er rosalega gaman, Andri, bara fyrir skemmtunargildi leiksins að sjá að bæði lið ætla að sækja sér 3 stig. Já, það er alveg ljóst. Bæði lið vilja 3 stigin og fara mjög svegt af leikvelli ef þetta verður útkoman. Ef að jafntefli verður niðurstaðan. Hér kemur spyrnan, hún er góð, Rækó í skóalöpi. Rækó gerir þetta vel og nú er Rækó bara einfallega að lúðra þessu fram. Nú veit ég bara sjá hann fram á Hallgrím. Áfram, bara dúndur þessu fram. Það gerir tíma og nú er þetta nú líklegast að klárast í 1-1. Nei. Kemur bolti, hann er stýttirinn á hann, en Petti baráttunni Magnús Þórir hefur betur. Ásgeir lætur finna fyrir sér. En þá er hann ekkert líklegur til að flauta leikinn af. Nei, jú, nú kemur hann. Nú kemur hann. Leikurinn klárast. 1-1 jafntefli niðurstaðan hér á Akureyarvellinum. Petti, Andri, miðað við það sem komið var. Getum við verið sáttir við stigið? Það má segja það að við 800 högg að sækja fengum engin opin færi fyrir í blá lokin og við, sterta að ná að jafna leikinn en maður vill alltaf meira. Margur vill meira. Sérstaklega inn á heimavelli. Ég ætla að leifa þér að gera þetta Andri, ég ætla að hlaupa og sækja viðtal. Já. Nú, eins og við fórum yfir var staðan 1-0 fyrir Keflavík hálfleik og í seinni hálfleik þá voru okkar menn í erfiðri baráttu að koma sér inn í leikinn, reyndu mikið en markið kom loksins á 87. mínútu úr vítaspyrnu og mikið svakalega hefði verið sætt ef Ásgeir hefði tryggt sigurinn, fekk flott færi á 90. mínútu til að klára þetta en 1-1 og þetta var leikur tveggja bara góðra liða sem eru líklega til að fara upp í sumar en við sjáum að Sigur Óli kom með Hrannar. Hvað segirðu núna, Gústi minn? Erum við góðir? Og Sigur Óli, hann er komið með Hrannar. Bakvörð kámanna í viðtal. Stig, Keflavík. Þetta var, þessi leikur var ekkert smá fysikal. Já, og Sigur Óli, við erum að koma aðeins nær. Það heyrist lítið í Hrannar í þessu viðtali. Óli! Við erum að koma aðeins nær og Hrannar ætlar að gera upp leikinn í þessu viðtali. Ég meina, það er ekkert þess að gera núna. Við höfum bara að halda áfram og reyna að ná í markið á sem við náðum svo loksins. Það var greinilegt að bæði liðið eftir því skoruðu þarna 89. mínútu að þið sóttu bæði til sigurs. Já, að sjálfsögðu maður. Það er hundlegalt að vera í sem mann ætla að sækja ykkur í jafntefli og vera að fara að tefja í stöðun 1-1 á 90. mínútu. Það er glórulegt sko. Ég hafði alltaf að brjálast ef við höfum verið eitthvað að leggjast niður. Ég meina, við erum alltaf heimavelli en ég meina þeir sýndu að þeir alltaf reyndu að ná sigrinum og ég meina við verðum líka að gera það á hvaða útivelli sem er sko.
Og hversu mikilvægt að hafa í hópnum svona, sjáum að Geiri kemur inn á mútið Leikni, skora þar, Petti kemur inn á þessu leik og sækir víti, hversu mikilvægt að hafa breiðan hóp? Þetta bara mjög mikilvægt, við erum með frábæran og stóran og breiðan hóp og við sýnum það bara, nánast í hver meðansleik koma að vara með inn og jafnvel breyta leikjum ef þarf og til þess eru skilur þeir koma inn og þeir eiga að breyta leikjum og við sjáum það að Geiri kemur inn á síðast leik og skora bara eftir 3-4 mínútur inn og sér Petti í dag, átti frábær einkom og sækir hérna víti, bara geggjað sko. Hrannar, takk fyrir þetta og gangu vel næsta leik. Já, sömuleiðis, takk. Já, og þökkum Hrannari kærlega fyrir þetta. Eins og komum við fram 1-1 niðurstaðan í bara hörku leik hér á Akureyri og næsti leikur hjá KA gegn Leikni. Útivelli sunnudaginn. Já, síðasti leikur fyrir EM-pásu og þar einfallega bara viljum við sækja 3 stig. Heldur betur við, eins og segir, það var einbyrðisleikur Grindavík Leiknir í gær sem að fór þannig að Grindavík vann stórsigur 4-0. Það kom óvart. Leiknismenn í sárum. Það er ekkert launungarmál að KA Keflavík Leiknir og mér sýnist Grindavík ætla að vera þessi lið sem ætla að vera uppi við toppinn. Þetta verður gríðarlega hörð barátta í sumar og það er alveg ljóst að það eru nokkur lið sem að gera tilkall til þess að fara upp og með þennan leik hér þá sjáum við það að Keflvíkingarnir eru með hörkulið eins og við en við hefum viljað sjá okkar menn fara fyrr í gang Sigurli og vera svona aggressívari en ég var gríðarlega ánægður með skiptingarnar hjá Túfa í dag sem að hann hendi Petta inn og Ólafi sem kom sterkur inn. Já, það komið báðir mjög flott inn og Geirunni líka fær þetta færa hérna í restina sem að var vel gert en Andri kannski eitt að lokum spyrði sem stuðningsmaður KA 5 fyrir búnar, getur við verið sátti við 10 stig? Sko stigalega séð er þetta allt í lagi en svona frammistaðan svona þokkaleg. Ég hef viljað sjá okkur skora fleiri mörk í þessum leikjum ef það segja eins og er, sérstaklega með við þá leikmenn sem við erum með en ég held að þið getum vel verið þokkalega sátti við þessa byrjun stigalega síðan af því að við erum búin að sækja nokkuð 3 stig og munar mikið það að fá 1 stig og þessum leik frekar en að tapa honum. Þetta var 6 stiga leikur, við allavega sóttum 1 stig sem var mikilvægt og úr því sem komið var, þannig að ég held að við getum verið nokkuð sáttir en ég vil eins og að fá sigur gegn Leikni fyrir EM-pásuna, ég vil fá 3 stig þar og þá getum við verið í raun og veru bara temmilega, eða bara nokkuð kátir í EM-pásunni. Það þéttur pakki hérna við toppinn og Þórsararnir geta að blanda sér hann með sigur á Selfoss í dag. Þetta verður barátta áfram. Andri, við hérna á KA TV þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Andri, það búið að vera frábært að hafa þig með mér. Yndislegt. Bara takk fyrir mig og sömuleiðis Sigurólfur minn, þetta var yndislegt. Áfram KA. Áfram KA.